smella, jú. Hýsingar umhverfið okkar. Já. Þegar í gamla daga þegar Storpa var uppalega búin til, það var ekki til neitt hýsingar og alla til net. Nei, ég veit. Þannig að Storpa var settur upp bara á tölvur í hverjum fyrirtæki. Já. Síðan náttúrulega eldunumir. Já. Og í dag eru náttúrulega flestir komnir í nákvæmlega sem þið eruð í, að þið eru hýst hjá okkur. Já. Þannig að þá setjum við bara notuðu lausn frá Microsoft. Já. Sem bara frábær lausn. Já. Þá erum við bara með gagnaðir. Já. Hver notandi og hvert fyrirtæki með sitt svæði. Já. Og þegar þú loggaði inn, þá ertu þannig sem bara komin inn á þína skíatölu. Já. Sem virkar nákvæmlega eins og allar aðrar tölvur. Þarf stundum að restarta henni og þegar tölvur eru bara ekki fullkomnar en það þurfa að restarta annað slagið. Og ég kemur hvernig þú gerir það allt saman. En þá bara færist skjárinn sem fyrir fram að þig, bara beint þannig sem yfir á skíatöluna. Og til þess að þú áttur á því að þú ert að horfa á skíatöluna og þá þessi borðið hinn uppi sem segir það að þú ert að vinna á tölvunni skíatölunum þinn sem heitir vistun.storpa.is. Allt sem hérna, þetta bara þín prívat tölva. Já. Eins og allar aðrar tölvur. Já. Þó hún sé í skíinu. Já. Og þú getur kópierað skjöl frá þinni tölvu í þessu tölvu og öfugt. Já. Og þú getur seifað Excel-skjöl eða PDF-skjöl eða hvað sem og það sem þegar ég var að byrja að læra að nota þá var maður vanur því að þeim sem var að vinna eitthvað Excel eða eitthvað whatever, maður seifaði alltaf á tölvunni í vinnunni. Já. Það er alltaf svo miklu þægilegra þegar maður kannski að vinna frá fleiri neinum stað. Já. Ef það gerist, ég veit að þú vilt kannski ekki mikið að vera að vinna heima frá þér. Reyna að komast hjá því. Já, nákvæmlega, en ef það stað, þá er svo gott að vera með allt slíkt seifað á miðlægu svæði. En hvernig getur við accessa það, þú veist, eins og ef ég myndi bara, þú veist, vera með tölvuna heima að mér. Hvar finn ég upplýsingar þú veist, hvernig ég myndi setja þetta upp? Sko, þessi allar Windows-tölvur, ég með eitthvað sem heitir Remote Desktop Connection. Þetta bara laust frá Microsoft, bara hluta stýrikerfinu. Og þarna bara form sem segir hvaða tölvu viltu tengjast, hvað heitir þú sem notandi og hvað er þitt password. Og ef þú veist þessi 3 atriði, við getum sett þér 2, við vitum ekki lykilorðið 1. Ef þú veist það ekki þá getur alltaf sett nýtt lykilorð. En með þessum upplýsingum getur þú tengst frá hvaða PC-tölvu sem í heiminum. Þannig að hvort sem þú ert að vinna eða þú ert ferðalegi í Indlandi eða eitthvað og þarft allt í einu að fara inn eitthvað og gera eitthvað, mjög óvænt, þá þarftu bara þessar 3 upplýsingar. Eða þarf bara PC-tölu sem tengd í net og þá ertu komin inn. Og ég skal bara senda þessar 2 upplýsingar á þig. Við sjáum það reyndar sko, nú ég lokaður hérna inn sem GIH. Þú myndir að þú lokaði inn, sér þú notanafnið þitt. Og tölvan sem verður tengið, heitir þetta vistun.storpa.is. Þannig að eina sem okkur vantar hérna þá lykilorðið. En ég skal senda hérna þetta í tölvupósti og hafa þetta svart og hvítu. Ef þú ert að nota þessa tölvu aftur og aftur til að tengjast, þá getur maður að seifa þetta og þá birtir svona icon sem þannig að þú þurfur ekki að vera að slá alltaf hvaða tölvu er að tengjast, hver er ég, hvað er passwordið mitt. Og svo fer það náttúrulega eftir því tölvuna sem hjá þér, stilla það, vilt þú slá inn lykilorðið hvert einu skipti sem skráðið inn eða vilt tölvuna muna lykilorðið fyrir þig. Þetta bara svipað eins og fyrir okkur vefsíðu. Bara á Facebook. Já, vilt nákvæmlega á vefsíðan, webbrowserinn að muna aðganginn eða viltu vera að vera upp og skráðið inn hvert einu skipti. Það líka alls konar stillingar í þessu hérna sem ég ætla bara mjög hrætt yfir, bara þú vitir að þessi til. Það hægt að fara hérna, sem heitir edit hérna bakvið. Þetta eru alltaf stillingarnir þínar, hvernig þú tengist. Hérna sér það mitt hvernig þú skrifar computername, hérna myndi vera username og svo til að connect þá spyrir hún passwordið. Og svo þegar við erum breytið eitthvað stillingum þá getur við bara að seifa þær eða þetta seifa þessi nýtt. Við erum aðeins hvernig skjárinn, hvort þetta opnast á bara einu skjá eða 2 skjám. Þannig að ef það verið 3 skjáir hérna getur við haft hýsinguna myndi opnast á öllum 3. Eða bara opnast bara á þeim skjá sem þú ert að vinna á og það er bara þín tölva þá á hinum skjánum. Það hérna
þú tekur prentar með og þetta það sem algengasta vandamálið í hýsingunni að menn er að lenda vandræðum að prenta út lýsingu. Það prentarar eru eitthvað annað fyrirbæri, sko. Nákvæmlega, það er brandari printer that simply worked. Já, and other fairy tales. Já, þegar mann tengist inn í hýsingunum, þegar maður opnar smellir á íkoni, hýsingin opnast, á þeirri sekundu spyr hýsingin hvaða prentari tengdu tölvunum þína. Já. Og ef það er prentari tengdu með stillingum, þá bara tökum við það með okkur inn í hýsinguna. Þannig að ef við erum með nokkra prentara, þá getur hann farið bara... Ef að prentarinn slökknar allt einu, þá bara missir hýsingin algjörlega samband við prentarann og það þarf að slökkva hýsingunni og kveikja aftur basically til þess að hýsingin sé búin að ná prentarann aftur. Og þá er náttúrulega alveg saman hvort að prenta út Excel eða stólpa eða eitthvað öðru. Þannig að við erum að örugglega svona 1/3 okkar símtölum snúa prentur. Og til upplifun náttúrulega að menn að vinna í stólpa, geta ekki prentað og þetta sé geðþóttarákvörðun hjá okkur. En þetta getur prentarans. Það ákvörðun sem tölvum sem þú ert að vinna hjá, hvernig prentarstillingan eru það. Og þær séu til staðar þegar þú opnar hýsinguna, þannig að verður farið. Og svo til að gera einfalt ná flóki að þá þarf að vera réttur driver, uppsettur á tölvum með þeir, sem getur talað við hýsingar umhverfi. Það er náttúrulega ekki allir driver, jafnvel þó þessi prentari eigi sinn driver. Þá er hann kannski þessi driver ekki endilega fínt til að tala við hýsingar umhverfi Microsoft. Þannig að þá náttúrulega bara, þú þarft ekki að vera sérstakur driver, þú bara hringir okkur og segir það er eitthvað vandað og við greinum það og laga það. Og svo vonandi þetta bara í lagi. En þetta er svona það sem gott að vita. Þú getur tekið til dæmis eins og þú þekkir náttúrulega á þinni tölvu, þá er eitthvað sem heitir C-drive og D-drive og My Documents og allt þetta. Það er líka hægt að taka það með þú smellir á more resources og þá getur bara ákveðið hvað fer yfir í hýsinguna. Já, akkurat. Viltu sjá þín heimadrifin á þinni tölvu? Já, akkurat. Við erum almennt segjum við notum við ekkert að vera að gera það. Hafðu ekki hakað við hérna. Út af því að þá er komið 2 My Documents. Þú verður með My Documents í skíðatölvunni sem er líka að sjá My Documents á þinni tölvu. Já. Og ef mann er ekki nógu svona vel læsnir á þetta umhverfi, ef það er kallt að komið 2 My Documents, að þá fara mann að rugla, ég ætla bara að segja þetta My Documents og svo bara á hvort My Documents skrifaði ég. Svona, en þegar þú smellir á þetta íkon hérna, þá, ég er þegar búin að langa mig hérna eins sem ég sjálfur. Ég ætla aðeins svona, nú er komin, þetta þá smellir á stólpaíkonið og þá opnast aðlónandinn okkar og það sem ég nota mest er náttúrulega sölukerfi, tímabókanir og stimpilklukkan. Svona 90% tímabókanir og sölukerfi og svo við stimpilklukkan. Já, einmitt, nákvæmlega, það er stillingar fyrir tímabókanarkerfi per notanda. Nú veit ekki hvernig stillingarnar eru af þessum notanda hjá okkur, væntanlega ekki réttar en prófa að opna það bara hérna. Já, ef það farið að skoða. Nei, svona við hljóna vikadagur. Við farið í sína dag fyrir alla dagar. Er þú til þess meðan að láta bláa streikina í þessu skjá? Ok. Byrjum að fara einmitt á yfir hvaða möguleg stillingar eru. Það er mjög frjálst hvernig menn nota þetta. Flestir eru með þannig, það sé bara ein dagbók fyrir allt verkstæðið. Þið eru búin að velja aðra leið sem að ég er ekkert viss að sé góð. Að þið eru við sér dagbók fyrir hvert starfsmann. Já, við notum það aldrei, sko. Nei, ok, það er við erum bara með, í rauninni erum við bara að nota sína dag fyrir alla dagur. Þessir eru rauninni bara settir þarna inn þannig að við vitum hvaða starfsmaður í hvaða bíl svo ég geti gert reikningana við það. Sko, flestir nota þetta þannig að þeir eru með bara vikuna fyrir hana sig. Og það gefur bara þá hvaða bílar eru að koma í á morgun og
ekkert meira út í þetta er mjög basic yfirlit. Já, við vorum með það þannig þegar ég byrjaði sko og svo breyttum við yfir í þetta format upp á það að geta sett inn, þú veist, bílar sem eru öðvöfrið í daginn í dag. Það getur séð, bara í dag. Þú veist, hérna allir bílarnir sem eiga eftir að fara inn og hérna getur séð hvaða starfsmaður er að vinna í hvernig bíl. Þannig að ef einhver hringir og þú veist, hver staðan á bílnum, þá veit ég til hvaða bílavirkja ég veit bara. Nákvæmlega. Sko þetta er þetta þannig sé dæmið kerfið mjög opið, þetta er svolítið eins og Excel. Það er verkfæri hérna, en það er svolítið ykkar ákveða bara hvað ykkur finnst þægilegast. Og eins og allar þessar stöður hérna sem eru, þetta er eitthvað sem þið búið til sjálf. Eina sem skiptir máli það rauninni að frá því að bíl fær hérna bókaða stöðu að það þarf að búa til verk í verkbókhaldinu og það þarf að búa til sölureikning í sölukerfinu sem getur þá sé bara 0. Það gerist þegar að stýriupplýsingar. Það er hérna búið bara til að endalausar stöður og almennt í stólpa, bara þegar nú er þetta fyrsta tafla hérna, það kemur stjarna hérna næstu línu. Þetta myndu sjá ýmsum stöðum í stólpa. Það er að horfa bara á töflu, það er stjarna í næstu línu. Það þýðir, þú getur bara að skrá þetta nýja línu. Þetta er bara skráningarstaðurinn fyrir nýja línu. Og sumar töflur náttúrulega fara í stafrófstöðu þannig að þá bara fer hún síðan upp í það sem það er. Þannig að þið getur búið til eins margar stöður að viljið. Á einum stað á að vera að haka við hérna uppfæra. Það þýðir orðið víst til. Og þetta orð uppfæra er notað út allt í stólpa. Þetta þýðir einnig staðfesta. Maður gæti ef ég ætla að búið stólpa upp á nýtt í dag, myndi ég sennilega frekar að nota orðið staðfesta heldur en uppfæra. Þannig að oft að horfa á eitthvað sem er óuppfært eða versus það sem er uppfært. Og þegar að þetta uppfæra hérna, það þýðir á mannamáli að kerfið býr til verkið, það býr til sölureikning. Leiðu það búið að búið til verk og aðeins þegar búið til verkið, þá fyrst þetta að prenta út verkbeiðnina. Og það er mikilvægt að verkið, frá því að bókað á staðnum, að öll verkin fái þá stöðu, því annars það er aðeins þegar verkið fær þessa stöðu, þá munum búið til. Ef þú tekur þetta spengt og bókað bara í vinnslu, þá nærum hann ekki búið til. En útlitið allt saman, til dæmis þetta hvort að hádegis, það er eitthvað sem að þið ákveðið sjálf bara hvernig þið viljið. Hvort að það sé 20 kassar niður, hvort að hver kassi sé 2 klukkutími eða hálftími eða klukkutími. Þannig að þetta er ekki alveg nóg mörg svæði hérna, þá þarf bara að breyta stillingum. Til dæmis ef þeir fara að taka inn fleiri bíla heldur en þessi gluggi ræði við að sýna, þá bara fjölgum við. Það bara minnkar basically, þannig að þú kemur niður innan fyrir 15 hólfum, ekki bara verðan á 1, 2, 3, 4. Og þessi klukka eins og við hugsaðum hana, ef þú vilt nota klukkuna þá verður það hana. En flestir eru að nota hann bara, ég tek móti 10 bílum á dag eða whatever. Og þess vegna þessi fjöldi það var reyndar að telja held ég allt sem er á skjánum. Þannig að ég ætla ekki eða miklum tíma að fara yfir hvaða stillingar möguleikar. Nei, ég er náttúrulega að skoða bara ekki það. Já, það er ef þú vilt breyta ykkur, heyrðu það bara í okkur. Og eitt annars ég gleyma að nefna að nota okkur þjónustan okkar. Bara eins og ég held að við getum alveg þokkalega kokki sagt, við erum með frábæra þjónustu. Það er mín upplifun af ykkur Ég heyrum mikið að DNK, það er mjög slæm þjónustu og eitthvað svona, en við höfum lagt mikla áherslu á þjónustu. Ég ætla að kynna það fyrir Inga Davíð eftir. Hann er aðalega svo sem er að svara símanum. Það eru 8 starfsmenn hérna hjá okkur, en það eru flestir yfirleitt hérna á gólfinu. Forritar og kerfisstjórar og eitthvað þessar sem eru lítið sýnilegir. En Ingi Davíð er yfirleitt alltaf hérna og svara símanum. En það tekur bara eitt músmell fyrir okkur að tengjast inn á skjáin.
og það hjálpar við að komast yfir það sem þú átt að reyna að rifja upp eða finna út úr. Sko, við horfum bara á, ég ætla að opna hérna bara eitthvað gamla. Sko, leið að kemur númer hérna, þetta með uppfæra, þá kemur númeri hérna. Þá sérðu ok, það komið sölunóta, númer 1598. Þannig að það fer í sölukerfið, þá bara svona teljari þar sem að telur nótur í vinnslu. Bara eitt af stuttum sölukerfið, ekki rugla það sem endalegt reikningsnúmer, það annar teljari. Það bara samkvæmt landslögum, þá þarf það að vera í númeraröð. Þegar það nóta sig fyrir vinnslu verður ekkert endilega reikningi. Það getur vel verið ákveðið að henda þessar nótu, við kallum það nótu þegar þeir ekki orðið reikningur. Þú ert bara að vinna í einhverju reikningi þannig séð og hann í vinnslu og þú getur byrjað á einhverju reikningi og svo bara ákveðið að hætta við og hendur henni, en næsta nóta þannig séð færi bara næsta teljara. Þannig að þetta eru 2 númeraröðir. Endalegu reikningu sem þegar þú ákveðið að gera nótu eða eitt formlegu reikningi, þá fær hann það næsta númer sem í númeraseríum reikningar. Út eða lögin eru þannig. En það getur að finna þessa nótu hérna. Einhverja sérstakar spurningar varðandi þetta hérna? Nei. Þetta er kannski tiltölulega einfalt form, en þú bara þegar það hringir eitthvað inn, það slæðir bílnúmerið. Á þeirri stundu tékkar stólpi fyrst á, hef ég stofnana bíláður í stólpa. Og tekur það allar upplýsingar sem í stólpanum og það er mjög dýrt, þannig að það fletta í ökutækjaskrá. Því reyndar með fast gjald hjá okkur. Við megum það reyndar ekki. Við þjóðum ekki Við erum samgöngustofa á þessu upplýsingar og það þarf að vera sett eitthvað samningur. Lánstraust og fleiri fyrirtæki á Íslandi eru með samning við samgöngustofum að deila þessum upplýsingum og flestir okkar notendur samfyrirtæki eiga að vera beinir aðilar bara að gera samning við en Lánstraust. Og við erum bara eins og þið gera samning við Lánstraust að fá þessu upplýsingar. Og þegar Vigfús var að byrja hérna þá bara setti ég okkar aðgang til bráðabera og hann held ég ennþá. En við ættum þannig síðan að taka hann út úr okkar samningi og þið gerir bara eitthvað sjálfstæða samning og þá bara fáið þið reikninga einu sinni í mánuði, þið flettuð svona mörgum bílum. Það lætur okkur vita að hann og græða. En við förum bara hrætt yfir með glugga hérna og þú setur í númerið, hún tjekkar hvort þessi bíl sé til, ef ekki þá bara fer hún að stofna hann. Og þá komin í gang einhvern stólpa allt hennar bíl. Svo náttúrulega þessi bíl nýjan eiganda og allt annað, en þá gott að fara hérna í litlurinn við hliðina, skoða valdabifrið og þá ferðu upp bifreiðaspjaldið. Það smeltar á hnöttinn og þá myndum við senda upplýsingar í ökutækjastofu. Þannig að ef ykkur kemur bíl sem fyrir 5 árum og svo komið nýr eigandi og hann kemur bílinn til okkar líka í stólpakerfinu, þá gamli eigandinn í rauninni ennþá, þannig að maður þarf handvirkt af Það held í stilling í kerfinu, hvort þú viljið bara sjálfkrafa eitthvað. Einn skipti svona sækir eitthvað bíl í stólpa. En það ekki svolítið dýrt? Jú, það svolítið dýrt. Og þetta held sér 50 krónur, það telt saman, þegar maður að tekka 20.000 á dag. Akkurat. Þá var þetta orðið sammeil summið mánuðinn. En hérna það bara þegar maður ódýra leiðin með þetta að þetta ekki sjálfvirkt, tjekk á uppfærslu, heldur smellar á hnöttinn og þá tjekkar hún komið nýr eigandi. Og svo líka til smellum hún bara hérna á það geti, það kom ekki neitt nýtt. Þessu svæðum hérna sem við erum að skrá, þeim hefur farið fjölgandi. Þannig að það mjög langt síðan bíllinn var uppdauðaður, og þá til dæmis þessi gerð, til dæmis nýtt svæði, það var bara tegund Volvo bandstrik X90. En til að auðvelda skýrslugerð og annað, að þú vilt, sumir sem verður notað stólpan eru með samningu Toyota umboðið og þurfa að gefa skýrslu til Toyota umboðsins hvaða bílar þeir voru að vinna með, hvað mikið með þessa tegund, undirtegund, þessa undirtegund. Þannig að undirtegund núna orðin sér svæði og menn gátt að leita sérstaklega í þessu svæði en ekki að leita. Þannig að
sumir hvað sem að segja það að formið hefur breyst og ef þú sækja gamlan bíl, þá formið kannski hálffyllt og þú eru nýglaðir og þá þetta raðast inn í þetta með nýjum forsendum. Og svo náttúrulega ef það umræðamaður og þá spyr kerfið, viltu öryrkja umræðamanninn eða viltu öryrkja eigandi? En ef fyrst þú eru með bifreiðaspjaldið, þá getur að fara yfir það að hver einasta bifreið sem stofnuð, þú getur alltaf að fara og sýna það eftir, hvernig þú getur bara skoða alla bíla sem til eru í stofnum. Og þá getur náttúrulega að skrifa allir sérna athugasemdir, eitthvað með hennar bíl. Þessi athugasemdir hvergi sýnilega nema akkúrat þarna. Hvernig getur þú skráða síðan inn kílómetrar náttúrulega og hvort þú viljir dagsending, hvernig kílómetrastæðan er tekin. Þú vilt geta setja inn eitthvað næstu skoðun og þú getur ekki skýrslu þau bílar sem á að koma í skoðun hjá næstu manni. Nánari upplýsingar, þetta bara úr ökutækjaskrá líka. Og það náttúrulega ökutækjaskrá sýnir ennþá meiri upplýsingar eins og eigendaferil og tjónaferil og allt það. Við erum ekki að sýna það þarna. En þá getur þið náttúrulega með sama aðgangi farið ef þið erum að sjálfu aðgang hjá Lánstraust. Að þá getur, ef þið viljið sækja til eigendaferil eitthvað þessar, þá þurftu að loka ykkur á heimasíðunni þeirra. Svo kemur viðgerðarsaga sem þessi partur. Ég náttúrulega það alveg við og við. Þar sérðu bara reikninga sem hefur gefnir út. Á baka hvern reikning getur líka séð hver var að vinna í bílnum á þessum tíma. Ef þið sést notið stimpilglugana sem ég held að þið séu að gera. Við gerum það. Það eins og Bílgreinasambandið að pressa svolítið á verkstæðina, veit ég, að bæta, auka gæðin í greininni heild sinni. Og til dæmis þetta að auka gæðin það að auka rekjanleika til dæmis. Akkurat. Hver var að vinna í þessum bíl? Akkurat, við erum að vinna í því núna, sko. Já, og ef það kemur galli eða eitthvað, þá þetta rekja. Og sem svona gæðafræðunum sem verkfræðingur, þá fór ég þetta gegnum þannig gæðadæmi. Þá hugmyndin ekki endilega að það að hengja menn. Heldur bara það þegar að nafnið þitt komið á eitthvað verk, að þá sjálfkrafa bætir vinnubröðin. Ef það að rekja það að þú skiptir gerði þetta og það að sjá það í 100 ár að það var þú sem gerði við þennan bíl, þá ætla ég að setja svolítið meiri metnað í þetta. Og það svona ávinningurinn yfirleitt, svona dulinn ávinningur. Það eru fítusar hérna inni eins og þetta verður hérna tryggingafélagana. Þetta meiri fyrir réttingaverkstæðin. Þannig að þetta eitthvað sem dæmi þá eitthvað sem þannig sé ignora svolítið. Lykillinn hana og bíllinn. Þetta ef þú bílubíl. Ok. Þetta sérst þegar ef þú lendir með bílinn í tjóni og tryggingafélagið borgar fyrir það, að það stundum skaffa þér bílubíl. Það verður náttúrulega ekki að við erum ekki með bóti í viðgerðir. Þannig að en þá sérstaklega skýrsla í þessu kerfi, nefnist bara hvaða bílar eru komið til á morgun og hver eitthvað bílubíl og að vera beinskiptur eða sjálfskiptur. Þetta var sérstaklega ósk þegar við vorum að hanna þetta kerfi, að þá var þessi svona ósk frá réttingaverkstæðinum að halda utan þennan partinn. Og þetta var bara ágætis dæmi eitthvað sem allir notendur að nota þessi stólpa að sjá sömu hlutina. Það náttúrulega bæði DK og regla og stólpi og þessi íslensku bókhaldskerfi sem eru hannuð fyrir mjög breiða marga atvinnuvegar, en allir sem nota sölukerfi sjá það saman. Þetta heldur framleiðslukostnaðinum okkar niðri og kerfinu ódýrara fyrir notendur. Þú þarft ekki náttúrulega að brenda verkbeini, getur bætt við lýsingunni eða þú vilt gera bætingar við. Og svo kemur það þetta hérna, þetta eru öll dálkar sem þið ráðið, hvað stendur í. Hvað getið ég þetta? Við erum það í sölukerfinu. Svo bara hafa þið bæði opinn hérna.
Það stýrisupplýsingar. Stýrisupplýsingar, bifreiðar. Hér eru öll svæðin. Ok. Og þú getur farið inn í hvað sem og breytt. Eða annáttur, neðst hérna stjarna, þú getur bætt við línum. Það náttúrulega hins vegar bara formið ræðið ákveðið mörg plássreyndar. Já. Sko, verkbeiðin, það þurfum aðeins kannski yfir hana. Já. Þú getur brentað hana hvort sem út úr sölukerfinu eða tímagunarkerfinu. Hún með hvert verk fær ákveðið einhvert númer í stólpa. Já. Og þetta númer sérðu hérna undir strikamerkinu og svo býr hún til strikmerki fyrir. Já. Og þetta eiga þessar starfsmenn sem skanna sig inn á verkið. Ef við viljum geta rakið hver var að vinna í þessum bíl, þá þurfa þær þannig að einfaldasta leiðin til að skrá starfsmann inn á verkið nota strikamerkiskanna. Það hægt að gera það handvirkt, en það pínu höfverkur. Þá þarf að leita í löngum lista, já ég að vinna í þessu verki. Og ef bílinn kominn 4 sinnum, þá mjög alltaf ruglast á hvaða verk. Og bíl sem kemur 4 sinnum á þannig 4 verk. Já, akkurat. En strikamerki passa það að maður ruglast aldrei fyrir að enna rétt verk. Já. Og þegar strikamerki notað, þá ábyrgðaraðili uppfærir standa á? Nei. Ok. Það sko ábyrgðaraðili sko þetta sett inn sem ábyrgðaraðili ég veit ekki hvað sko þess að málið að þegar sölukerfi búið til þá var gerð sem forsenda að allir sölureikningar þurfa að hafa eitthvað sem heitir sölumaður. Já, akkurat. Þannig að til þess að reyna að tímagunarkerfið gat búið til sölureikning, þá þurfti að vera eitthvað nafn þarna. Já. Það hins vegar sko, þegar þú setur upp dagbækur hérna, þá setur þau upp hérna og það kemur þetta nafn sjálfkrafa á verkið. En svo getur þetta þannig hver sem skráð sig inn á bílinn. Það er eiginlega erfitt að hafa öðruvísi og þegar stundum sumverstaðir þannig að það kannski 3 menn að vinna í bílinn. Já, akkurat. Og það hins vegar einn ábyrgðaraðili sem með bílinn, með hjálpannara. Já, akkurat. Það pínu einunús bara stefna hjá ykkur hvort þið viljið að hann sé ábyrgur eða hvort þetta sé bara til að fylla upp sko, svæðið. Akkurat. Ég myndi nú telja að sjálfur að þetta langt líklegast er það bara hverju voru að vinna í bílnum. Þeir eru samanlega ábyrgi fyrir. Algjörlega. Einhverjar spurningar annars hérna þetta? Ekki þetta, nei. Jú, eitt sem að þú þekkir náttúrulega að senda áminningar. Já, og ég hringdi hérna daginn þannig ég var að leita eitthvað bifreið og hann útskýrði fyrir mér hérna sem sagt að finna hvernig ég gæti leita eftir bifreið og hvað það búið að einfalda með lífið. Já, einmitt. Þess vegna hringdi ég að fá kennslu frá ykkur. Já, finna. Getum við að leita eftir og... Akkurat, það var þessi guli borðið sem að... Já, þessi, við kallum þetta yfirlistafla. Já. Hún til á mörgum stöðum í kerfinu. Ok. Og þessi tafla akkord bara að sýna bókanir. Já. Svo til annar tafla sem sýnir bara viðstæðinni, lánadrottna, vörur. Já. Og alls það gildir sama að efst í þessar töflu, saman hvað hún að sýna, þessi tafla sem þetta var að sýna bókanir, að þá getur alltaf farið hérna efst uppi. Og þetta virkar þannig að þetta svona orðið alþjóðleg leit í tölvukerfum yfirleitt og að stjarna þýðir eitthvað óþekkt. Já. Örn, stjarna. Já. Það þýðir það ég bara að leita öllu sem inniheldur orðið. Já. Má hvað sem fyrir aftan og má maður hvað sem fyrir eftir. Og svo ítum maður hérna á tap og þá fáum við alla sem inniheldur erfistar örn. Og segjum sem svo björn. Já. En ef við ætlum að fá örn bíl og þá myndum við segjum þetta bíl. Já. Þá hérna. Eða bíl og þetta hérna. Já.
Það líka að nota, það eru fleiri atriði, þú þarft ekki að nota það, en spurningamerki gildir alveg eins nema það er einn óþekktur stafur. Hvað meinar með því? Fyrsti stafurinn óþekktur, svo kemur S og svo stjarnan, þannig að fá bara alla bílaeigenda sem er með S í öðrum staf. Já. Og þá fáum við bara... Já, ok. Og tvö spurningamerki þá væri S í þriðja staf, skilur. 2 óþekktir stafir, eða 3 óþekktir stafir, og svo S. Og þá sýnum við bara, þannig að leitamöguleikarnir þannig sé endalausir. Já. Þú bara passar náttúrulega og svo getur smellt á þetta og þá raðurinn setja nafnaröð, kennitöluröð. Já, akkurat. Sko þegar við erum að leita, þá erum við bara að leita akkurat í þessum bálki hér niður. Það er ekki að leita eitthvað hér eða næst hér. Og svo getur við svona, skoða eða eiga. Já, akkurat. Þú þekkir áminningan ágætlega ekki? Pétur er mest í því, en það var kannski fínt. Já, sko, þegar við opnum þetta form, þá kemur sjálfkrafa upp dagurinn á morgun og viku fram í tíman. Væntanlega er maður alltaf að senda bara morgundaginn, þannig að ég er sett hérna afturmyndalega bara. Það er búið að senda hérna. Við sjáum það er hakað við það er búið að senda. Þá er búið að senda, já. Ef við tökum hérna 19.4. Og almennt með dagsetningarstólpan. Ég finnst sjálfur alltaf að gera 19 skástrygg. Já. Og þú þarft ekki að gera ártalið nema alltaf að sé... Nú að sé árfram í tíma það? Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega að senda til það er 50 dagur eða miðvikudagur. Miðvikudagur. Þannig að 20.4. þá er alltaf búin að senda það allt hérna. 20.4. Það er ekkert hvað það. Nei, hann er það laugardagur. Já, það er laugardagur, já. 20.2. Ég hef ekki bókað það. Ég hef ekki bókað það ákveðna. Nei. En þá sérðu nú sko hvað er, já, þetta er frekar stefnfórð. Þetta er bara að reyna gott heimil. Og svo er ég bara að senda á, það er texti sem að stýrupplýsingar, áminningar. Já, akkurat. Þetta er bara símafélag eitthvað sem þetta tengist hérna. Já. Það fara ekki með SMS, þurfa að fara ekki með samvægt kost- og fjarskiptasjóði. Akkurat. Svo er settur upp tölvupósturinn, en þeir náttúrulega notið hann ekki. Það er ekki en kerfið býður upp á það. Já. Og svo er líka réttan þarna. Hérna er hög. Viltu að SMS-i sýni nafn dagbókarinnar? Já, ykkur heitir dagbókarinn nafni á starfsmanni. Já. Þá myndir það fara með. Já, ok. Tilgangur? Tilgangur er það sem maður hefur gat á pústi. Já, akkurat. Það færi þá líka með SMS-inu. Já. Og tími þá er það ekki bara morgun, heldur klukkan 10. Akkurat. Ykkur er þetta ekki hakað við, þannig að það er sendur bara þú tíma á morgun. Já, akkurat. Og það er nákvæmlega flestir langa að hafa þetta svona, það er bara þú vilt fá bílana á morgni. Já. Og svo er bara þitt á ykkur ákveða hvernig þetta gekk inn. Og flókið var að ekki segja mann á korter yfir 12 eða eitthvað. Og svo er eitthvað bílfastur inni og... Já. Ég held að sé ekkert meira, svo sem að segja þetta hérna, nema þetta bara að kerfið býr þá til núllreikning, eins og við sjáum hér. Og við uppmöngum þá í sölugerðið. Og bara loka og opna aftur bara hérna eins og hluti sem okkar er alveg ferskir á með sölugerði. Smellum þetta bara hérna. Fyrsta nefna er að kerfið opnast alltaf á reikningi vinnslu. Já. Og hugmyndin með það hérna að sér hérna það eru 98 reikningar í vinnslu.
Mér finnst mjög líklegt að það sé komið eitthvað rusl hérna inn hjá ykkur. Já, við vorum að reyna að fara í gegnum þetta í gær. Já, sko, eins og þetta hugsað og hannað, að þá þetta að gefa ykkur yfirsýn yfir hvað raunverulega í vinnslu. Já. Og leiðum þið látið ruslunum safnast upp, þá missið þið yfirsýn. Já, akkurat. Ég myndi segja að það er mikilvæg yfirsýn fyrir ykkur til að trakka það að gleymist ekki á ruslareikning. Akkurat. Og halda utan bara, aðvattir að gleyma ekki að rukka. Það er ekkert smá mikilvægt að 300 skona vikjar og það gleymist að rukka. Þetta beint af endalum hagnaði fyrirtækisins. Þannig að til að hafa þessa yfirsýn þá myndi ég segja að passið ykkur að safna ekki upp hérna. Ef þið einhverjum ástæðum vilji geyma reikning, eða nótu fyrirgjöf sem við notum orðið nóta, með þetta ekki orðið reikningur. Að geyma þá þið getið fært þetta yfir því, sjáu kerfi býður upp á þetta hérna. Þarna er sannlega annað dæmi eitthvað sem þið þurfu kannski ekki að nota, en kannski gott að nota. Þið getið, segjum bara, þá geymum við bara allt, við viljum að setja eitthvað nótu til hliðar. Við viljum ekki eyðinni, en viljum heldur ekki trufli yfirsýnina. Þá getið bara fært það hérna yfir í plantun. Já, hvernig gerir það? Nú ætlum ég bara að búa til eitthvað bullreikning svo ég Settu bara... Ég held að stoppa þessi til hérna. Já, nei, þannig að... Þú getur bara gert OAF 85. OAF 85. Þannig að á verkinu, OAF 85. Og við setjum eitthvað bull á það hérna. Svo setjum við kannski eitthvað blómleika. Að þegar ég uppfæri, það er almennt þess að notendur að gefa staðfesta reikningi, gefa hann út. En það kemur upp valgluggi hérna sem er einmitt þetta. Já, og þannig færist þetta yfir. Já, þetta staðfesta sem pöntun. Já. Sendingamátinn, ég ætla að velja hérna sendingamátinn engin. Já. Og til annars myndi ég senda tölvupóst á þennan skuldunaut. Já. Þetta er þið sjálf, en það myndi, ef það er ef það er ekki við, þá myndi koma, það lítur út eins og reikningur, nema staðan fyrir reikningurnúmer, það kemur pöntunnúmer. Akkurat. Og þá get ég bara, þá var hann komið hérna. Og ef seinna mér, ég ætla að gera reikningur þessu. Já. Það er bara saman. Ég get farið hérna inn, ég get breytt þessu öllu saman og bætt bara við og þetta er bara hérna kemur þá bara lílína og 2 stykki af því og 500 stykki af því eitthvað. Nú ætla ég að gera þetta reikningi. Já. Þá smelli ég bara uppfara og ætla að gera það reikning. Já. Og leiði staðfesti þá þetta farið sér reikningur. Já. Þannig ég ætla ekki að gera það, þá ég að gefa út... Við getum alltaf gert það... Já, við getum alltaf notað bara þess að læra hvernig á bakverði reikning. Já. Kanntu það? Ég getum það ekki. Nei. Skulum það bara hérna... Ég ætla að hætta aðeins við og ég ætla að fara aðeins betur yfir í... Já. Það spurning hvort við tökum svona pásu, nikotíntarinn er að gera það. Já. Nákvæmlega. En hvað voru að... Hörðu, já, við ætlum að förum bara yfir allt í sölugjörðu. Já. Númer 1, 2 og 3, þessi gluggi er hugsað fyrir reikningur vinnslu. Akkurat. Og þið getið þetta að setja tilboð frá ykkur og breytti svo í reikning. Akkurat. Nákvæmlega sama hætti, eins og þegar við ákveðum að búa til eitthvað nýtt, segjum bara að búa til tilboð. Já. Að þá sem fyrsta aðgerð, þá er þessi gluggi hérna opinn. Akkurat. Eru búið til reikning, það er default stillingin að við sem búið til reikning, en við getum þetta búið til tilboð, pöntun eða hvað sem er. Já. Þannig að segja þetta búið til tilboð og þá virkar það nákvæmlega eins öllu leyti. Akkurat. Þetta mun bara detta, tökum við hérna,
ásetan núl, það hérna gamli Volvoinn minn. Já. Þannig kemur hann einmitt, sko, hann kominn nýr eigandi. Já. En þessi bíll hefur verið stofnaður áður, væntanlega þegar ég var að kynna upphúsi hérna, þá ég notað núna. Og þá fyrir við bara hérna að skoða valdabyrði. Já. Ítum á hnöttinn. Og þá væntanlega kemur hérna nýr eigandi. Ísband. Ég tók hann upp í. Og þá þurfum við að velja hérna til þess að, sérst út í að formið sér að stólp enn þarna. Já. En út í að þegar við veljum bílinn þá fyllist út formið. Já, akkurat. Þannig ég þarf að velja hann þannig sé aftur hérna til þess að... Og þá uppfærist. Þá raðar hann í nótum. Þetta mjög víða í kerfinu þannig séð. Þegar við erum til að auka hraða í kerfinu. Þá kerfi ekki að tjekka alltaf, hefur breytt þessu, Akkurat. Og þá kerfi byrjulega að spyrja sjálfan sig, sko, 5.000 sinnum á mínútu eða eitthvað. Það myndi hægja á öllu kerfinu. Þannig að til dæmis þetta að ég breyti eitthvað stillingum hérna á bílnum, eða skráningu bílsins, það komið nýr eigandi. Þú mátt alveg taka þetta ef þetta eitthvað persónulegt. Svona minn að hringja hérna. Já. Ég nýtti það ekki bara að veita bara. Nei, þetta verður eitthvað mjög stutt. Jæja, þá er það fram. Já. Klippi bara þessa pásu út. Já. En hérna,
Við vorum svolítið að búa til eitthvað testareikningina. Já. Þannig að þú getur svolítið þetta, sko þið alltaf þess að notið tímbúningarrið, þá býr hún alltaf til reikningi fyrir okkur, þannig séð. Akkurat. En þú getur þetta, eins og vorum að gera hérna aðan, alltaf búið til ný skrá. Já. Þá bara býr þetta nýja reikningur og Akkurat. Fókusin fer alltaf sjálfkrafa eins og hérna á bílnúmer, en auðvitað ef þú vilt sleppa bílnúmeri, þá bara ferðu beint hérna og velur skuldareikning hérna. Akkurat. Og ef að þú skrifar bara Jón Jónsson, hann ekki til sem viðstöðvinur, þá spyrir hann viltu stofna sem viðstöðin. Og þá fer það í þjóðskrá? Já, þá getur þú notað þjóðskrána líka þar, slæpar inn kennitöluna og við sendum þetta á Lánstraust og þeir senda tilbaka nafnið og heimilisfang. Sko, ef við skoðum skuldunniðin, skoða valið greiðanda, þá þetta form reyndar aðeins að breytast. Þú sér það svo margir flipar hérna. Við erum að fara í næstu útgáfu, þá þetta útfyllt aðeins breytast. Og hvenær er næsta útgáfa? Hún bara dett inn hjá okkur saman bara næstu dögum. Já, ok. Hún komin til hlutanótum. Uppfærist kerfið að sjálfu sér? Já, tölum útgáfur og þá þið núna útgáfu sem heitir 02.7. Já. Þið að fara dett inn útgáfu sem heitir 03.4. Ok. Þannig að það þá þriðja stóra útgáfan okkar árinu og svo teljar hérna átt að þegar það kannski einhverja minnáttar breytingar. Þetta sjáum við alveg um. Já, ok. Það að uppfæra kerfið sem slíkt. Við erum ennþá bundnir að því náttúrulega þannig séð eins og þetta var uppalega stoppinn og þá var þetta settar á PC-tölvur. Þannig að það alls konar stillingar líka í gagnagrunnum sem við fiktum ekki. Það til dæmis að stofna nýtt bókhaldsár. Bókhaldsár bara, þegar kerfið bara með árið 2004, sérst bókhaldsár. Þannig að þegar kemur næsta áramót, þá stofna árið 2005. Og þegar kerfið leyfir að þeir ekki bóka óvart 2005 eða 2006 eða 2336 eða eitthvað. Þannig að það eru sumar aðgerðir sem við getum ekki því miður en eru barnaleikur að gera. Og við sendum leiðbeiningu til þess alltaf með áramóti hvað gott að gera áramót, yfirfara ýmislegt, stofna nýtt bókhaldsár og ég vil vídeó með því. Og svo ef menn í óöryggi með þetta, þá bara hringja menn og það tekur 2 mínútur að gera þetta. Kannski... En þannig að í næstu útgáfu þá hefur flipað, þá þetta formaði stækkað og flipanum fækkað. Þannig að þú sér miklu meira á einum flipa. Og þá sjáum við þegar þú sendum kennitölu til þjóðskrá og við fáum bara nafnið og heimilisfang. En til dæmis ef við ætlum að senda þessum aðalega tölvupóst og réttingi tölvupósti, þá þurfum við að skrá netfangi hans. Og hún spyr ég á hvort við ætlum öll að fara að breyta honum. Og passaði bara því náttúrulega að þú getur alltaf skipt nafn á öllu en hugmyndin að kennitalan pínu heilug. Kerfið að þú reyna að stofna nýjan skuldunum með sömu kennitölu, þá kerfið þannig séu mótfallið í en þú ræður. Það óþægilegt að vera með 2 skuldunum með sömu kennitölu, en það mögulegt, eins og bara byggum dæmi N1. Að þú kannski vilt hafa sér að gera við fyrir þessa benstuð hérna út á horni og svo þetta allt sama kennitala. Þannig að það svoleiðis case sem að kerfið þarf að búið upp á þetta. En það var að við og segja bara ekki gera þetta. Ertu alveg viss? Já, viltu gera þetta? Netfangið er þá alltaf mjög gott að gera það. Sendingamótin opna, það er sjálfgefna stillingin ykkar. Já, er það ekki bara þú veist eins og að prenta út, skilur við? Jú, þið veljið það með þetta. Ég ætla að fara aðeins kannski í sendingamótan eftir, bara að klára skuldunarspjaldið. Í flipanum annað, þetta myndu sjá á aðalforminu þar opna. Þar getur athugasemdir í hana. Þar getur bæði skrifa eitthvað athugasemd við þannig kúna. Þá bara tengist það þessum kúna, ekki enda bílnum hans, þetta bara kúnunum. Og líka eitthvað sem heitir áminning.
áminningar sem að leið og velur segjum það að ég sé sérstaklega leiðilegur maður og þú viljið bara muna þá. Að gamli eigandinn var búinn að lofa með 10% afslætti og þið gleymið alltaf efnin og þá getur þú sett inn endurinn texta. Þessi texti kemur, hvers getur þú býrt þér ekki komið? Ok, hvar kemur hann inn? Bara segja þetta hérna. Og svo veljum við þess að bíla hérna. Kemur á mig. Já, ok, snillt. Þannig að þú smuðin eitthvað sem tengist þessum aðalag. Akkurat. Setja því áminningu. Athugasemd kemur ekki, það bara upplýsingar. Já, það bara, þú veist, side note. Basically. Ok, ég sjá. Athugasemd. Svo getur sett athugasemd hérna. Afrita ef þú er búinn að sjá athugasemdir. Akkurat. Ok, þú ferð í, þú ferð út úr þessu aðeins. Eitt fyrir lokum. Sko, þið eru með kerfið ykkar stilt á sjálfgefin sendingum og þetta er prentum. Þannig að þegar þið hafa enga sett eitthvað skoðan á svo þá bara mun kerfið alltaf bara prent út reikningi. Sumir eru með þannig að það bara er alltaf tölvupóstur. Og þá bara er kerfið alltaf að senda tölvupóst nema þið biðjið eitthvað annað. Ef að segjum þetta að Exit-bílar þeir vilja fá alltaf tölvupóst, þá veljum við það á skuldunautarspjaldina að þessi viðstæðnur vill alltaf á tölvupóst. Og þá er eins og þetta verður passað það náttúrulega að það sé netfangin. Er hægt að setja inn sem sagt viðhengi sem eru þá sett með tölvupóst? Já. Skulum við bara taka það. Skulum bara setja hérna, setja bara mitt e-mail hérna, gh@stolpe.is. Við skoðum þetta eftir. Hinn sendingamáti sem er líka algengur náttúrulega rafrænar reikningar. Og þá er það bara hérna valið hérna. Þessi viðstöðunur vill bara rafrænar. Akkurat. Og við erum bara tölvupóstöðum. Og svo veljum við þennan hérna, sjáu hérna, það kemur áminningin hérna þegar ég vel hann. Og þetta kemur líka bara þegar ég vel bílinn og þá vel hann skuldanettinn og þá kemur áminningin. Og þá er komið flip hérna sem heitir viðhengi. Þessi flipi... Þegar netfangið er komið inn, þá kemur þessi flipi. Þegar sendingamátinn er tölvupóstur. Já, ok. Og þá sérðu líka e-maili hérna sem þú ætlar að senda þetta á. Þannig að hérna, og þú getur sko breytt þessi reikningur. Viðstæðurinn minn Exit-bílar er skráð á tölvupóst. Þannig að nýr reikningur sem býr á þennan viðstæðin kemur með þær stellingar, tölvupóstur. En ég get ákvað þessi reikningur eða rafrænt eða brentum eða hvað sem er. Akkurat. Það er líka hérna sendingamáti PDF-skrá, þá bara býr hún til PDF-skrá á tölvunni þinni, senda hann ekki neitt. XML-skrá er rauninni skeitið sem er á bakvið rafræn. Þannig að svona mörgum að þetta bjóða upp á þetta, það er að fá sem að þurfa þetta. Þetta virkar kannski bara ómikið af möguleikum. Raunverulega er náttúrulega sko, sendingamáti engin. Þú veist, bara búa þetta reikningin í kerfinu, þú ert ekki að senda neitt. Af einhverjum ástæðum. Það er þetta prentum sem þið notið sem default stillingun ykkar. Það er tölvupóstur þetta, þá fer þetta sem tölvupóstur með PDF-viðhengi. Og svo rafrænt reikningur. Hvað er mappan og EDI? EDI er notaður í Hagkaup og fleiri, þá eru þeir að lesa EDI-skiti til þess að skrá vörurnar inn á lagarins. Þetta er mjög sérhæft umhverfi. Þið munu aldrei þurfa að nota það. Nei, Mappan er sem Íslandspóstur bjóð til svona rafrænt umhverfi eiginlega. Þegar voru að reyna hérna, þeir notaði smíli tilvístakreppu, gluggapósturinn að hverfa. Og þá er að byggja þér til sko rafrænt pósthól. Ok. Og þá getur bara ég og þú sko stofna okkar möppi á Íslandspósti. Og allir gluggapóstur sem sendist í Íslandspóst, þá opnaði póstinn, skanna hann inn og þú getur skoða bréfið bara í rafræna möppinni.
og til að létta þeim vinnuna þá borguðu þeir okkur pening til að setja hann mögulegan inn að fyrirtæki sem gefa út reikninga á einstaklinga eða fyrirtæki getur bara sendt PDF-skjalið beint inn í webinu. Þannig að staðan fyrir að það er gluggapóstur, þeir opna gluggapóstinn, skanna hann inn og þetta er komið með webina og þá er þetta senda reikninga. Þetta er eins og bara tilraun hjá þeim sem að mistókst held ég. Ég held að það þekkir enginn í dag. Þannig að við vantanum tökum hennar mögulega svona út. Þetta var tilraun fyrir, það var bara 10 ár síðan eitthvað. Þegar að rafræðingin var að... Já, það er alltaf að segja hvaða rafræðreikningur nú veit ég ekki hvað þú, sko margir rugla saman tölvupósti og rafræðingin. Ég var akkurat að hugsa þetta, ég veit ekki alveg. Já, tölvupósti náttúrulega augljóst, það er bara tölvupósti sem fer með PDF-virki. Það er rafræðreikningur eins og það er 10 skrefar framar. Þá poppar reikningurinn upp í bókhaldskerfi. Þetta er þá aðalum bara nota fyrir fyrirtæki. Þannig að það þarf að vera bókhaldskerfi sem hjá greiðandanum og þá bara birtist reikningurinn þar. Já, það í rauninni tengist þann, hvernig virkar það? Þetta er gert, þetta er gríðarlegur ávinningur af rafreikningum, aðalega fyrir móttakandann eins og bara tökum eitthvað fyrirtæki sem dæmi. Þið að fá fullt af reikningu frá kaupa varahluti og þeir fóðu alltaf reikning fyrir þessum varahlutum. Bókarinn ykkur vanur að safna þessu saman í bunka og svo fyrir hún að skráða þetta inn og má kaupa þennan varahlut og þennan varahlut frá Toyota. Og þetta er langmesti tíminn hjá bókarinn að pikka inn á lyklaborðið, inn í bókarskerfið ykkar, handrit setja alla reikningin. Í rafræðingnum þá bara poppar reikningarnir upp og einu sem það gerir þau að þessi reikningur er réttur. Það var bara komin inn. Þannig að afköst bókarans svona bil 20-foldast. Já, ég sé það. Og þetta heitir, ég held að því sem komin í þetta, þetta heitir rafræn innkaup. Já, Og nei, þetta er ekki meira. En þú veist, ég sé ekki að sem er að nota þetta eitthvað sko. Nei, þetta er bara að nota tölvupóstinn sko. Sko, kosturinn við þetta til þess að nota fyrsta lagi þá fækkar tímanum sem þið þurfa að kaupa af bókarunum ykkar. Akkurát. Innsláttarvinnan hjá bókarunum hverfur. Annar kostur þarna í þessu er að, það er náttúrulega líka mistök. Það er ekki bara það að þeir þarf að kaupa 10 klukkutíma á viku eða á mánuði á bókarunum við að stimpla inn, hekla, Toyota, Brynborg, eitthvað þetta varahlutir. Þið losnaði algjörlega við það, þannig að grillur sparnaði þar í fjölda tíma. Á móti kosta rafræðingar örlítið, þeir eru ekki alveg tryggir. En það er á að vera peanuts. Ríkið reiknaði saman hvað þetta, þeir myndu spara mikið með að fara í rafræðingar. Það er eitthvað kringum milljarð á ári. Ég sé það Þess vegna eru flest stóru fyrirtækin fann að heimta það að fá rafræðing. Það er bara miklu dýrara fyrir þá að fá tölvupóst og borga hver manneskju fyrir að skráa þetta inn í tölvukerfi. Annar stór kostur við rafræðinga er að þið getið skoðað þá. Allir geta skoðað þá, það er að segja. Þú og eigandinn og bókarinn eru með þetta á einu stað. Það er hörru, hvað keyptu á þér síðustu viku þennan bíl hérna? Akkurát. Og ég þarf að rukka hann að kúna hérna fyrir það sem hann kaupa. Og þá er pappírinn kannski komin eitthvað möpp eða eitthvað staðar hjá bókarunum sko. Ég veit ekki hvernig innan skipulagi hjá ykkur með þetta en... Hvernig, þú veist, ef ég kaupi, þú veist, ég veit ekki, hjóla, bremsuklossa og diska hjá stillingu, hvernig fær ég það yfir í rafræðan reikning? Þú bara segir við þá, hörru, ég vil ekki lengur fá gluggaumslag eða tölvupóst, ég vil fá rafræðan reikning. Og þá eiga þeir bara náttúrulega eins og við erum að gera inn í sölukerfinu þínu, að við segjum bara, segjum að þetta er þessi sölukerfi hjá stillingu, þeir segja bara skoða mælingar eða þetta, hann vil hér eftir fá rafræðan reikningar. Þetta þá bara veitstoppið þetta. Þannig að þegar þið, og svo náttúrulega gleymir þú því auðvitað að þessi kúnni vil fá rafræðan reikninga eitthvað, en stoppir manna fyrir þig. Akkurát. Og hann sér bara það að þegar þú staðfest reikningin og gefur hann út, þá er hann bara farið sér rafræðan reikningur. Ég mjög hreint öllu sem að læra að hugsa minna. Já, en lykilatriði er, þið eru með stillinguna prentum. Allir reikningar munu prentast, nema
að þú ferð á þá viðstæðinu sem vilja eitthvað annað en prentun, breytir þá það í tölvupóst þar sem það á við, breytir í rafrænan reikning þar sem það á við og kerfið sér það að reikningar hér eftir fara þá á þennan þessa aðala eins og þeir eru styrktir. Og svo þegar líka þú staðfestir reikningin, þá getur líka skipt sendingamáta. Þannig að það eru nokkrir staðir í kerfinu þar sem þú getur skipt sendingamáta. Þú sérð alltaf, þú ert að vinna í reikningnum, hvernig verður þessi reikningur sendur. Það verður sendur sem tölvupóstur á þetta netfang. Ég skal sýna þér aðeins bara með rafrænu reikningarna eftir. Það nú kannski svona fyrir utan þitt áhugasvið. Þetta kannski meira fyrir eigandann, ekki nema því til að þú vilt ekki missa af reikningum sem þeir að kaupa ykkur bíla og gleyma að rukka ykkur varahluti. Þannig að þá getur þú farið hérna inn og þá ferðu bara töflur allar reikninga og þeir eru merktir eða vilt á bílnúmer eða þess að sölumæður hjá stillingu, setur það inn sem tilvísun og við förum að segja það að rafrænar reikningar hafa ýmislegt umfram pappírsinningin. Þegar við sendum reikningi á prentarann eða í tölvupóst PDF, þá hann bara með þetta útlit. Þetta við bara forskota hérna. Just say exist. Bara með staðtöflur með sama nafni eitthvað sem. Útlitið hérna verður bara svona. Rafrænar reikningar hafa fullt af tilvísunum sem að pappírslist reikningurinn þannig sé ekki með. Þannig að þú veist, ég geti þá leita eftir upplýsingum inn á reikningnum, bara eins og control find, basically. Ok, geggjað. Þannig að ef við myndum segja að þetta ætti að fara sem rafrænt reikningur, þá skiptum skoðan bara, og þarna bara að skipta skoðan á þessari nótu. Við erum ekki að skipta skoðan fyrir Excel bíla, við erum bara fyrir þennan reikning. Þá kemur þetta kasseinu fyrir neðan. Ytri tilvísun rafrænt reikninga. Ok. Þannig að þegar þeir taka mót þessu reikningi, þá fá þeir að sjá þessa, og þessi fyrsti flipi hérna, bókun, þetta svona frjálsa svæðið sem þið hafið til það bílnúmer. Þið getið líka, ef það hefur verið tengill, ef við skráum þegar móttur sem skoða greiðenda, það eitthvað sem tengiliður. Það ekki rekal. Og við veljum hann aftur hérna. Alltaf minnum hann okkur á þarna. Ég ætla að skipta skoðan og nota rekal. Þá kemur nafnið sem á skuldunarspjöldinu hann. Ég get breytt í eins og hérna. Þannig þetta skiptir eitthvað annar tengiliður. Sumir vilja vita þetta, hver var það sem keypti þessa þjónustu af? Í stórum fyrirtækjum er bókari og hann bara dúkar upp reikningurinn og hann bara ég veit ekki um reikning. Hver er eiginlega hérna hjá okkur sem bað þetta? Hver er ábyrgðarmaður á þessu? Og þá getur við bara segja, þannig að þetta er bara persónubundið þetta fyrir ykkar viðstöðinni, sumir vilja þetta og aðrir ekki. En hérna er bara svæðið til að skrá þetta. Ef þetta tekist upp bílnúmeri, þá getur þetta kemur ekki sjálfkrafa og þarna er þetta bara algjörlega frjálst svæði. Þannig gætur við að setja bara Volvo eða eitthvað. En algengst í bílaheiminu eins og að menn nota þetta bílnúmeri. En það þarf að setja það handvirkni. Þegar þetta er frjálst, svona tölvulega séð þetta bara gjörsamlega frjálst. Og við gætum við að kennstólpunum að gera þetta stinga upp á þessu. Ef menn innanborðið með bíl hérna uppi. Nákvæmlega. En ef fyrir maður í nótuna, fyrsta lagi þá hérna einhverjir dálkar. Þú ræður hvaða dálka þú sér. Þú ferð í línuaðgerðið, setur dálka og þá ferðu alla dálka sem eru mögulegir. Getur við, ég spesa aðeins. Bara taka þetta frá byrjun.
Við erum inn í einhverju nótu. Já. En við erum að setja upp alla nótur, þannig sé. Já. Já. Línuaðgerðir, setja upp dálka. Þá ferðu alla valmöguleika. Já. Það til dæmis til dálka sem heitir strikamerki. Fyrir þá sem vilja nota strikamerki á vörurnar sínar. Og við erum bara með hérna, við erum að taka hérna vinnu, ting. Já. Og það er bara að skanna hjá þér. Já. Og smur, ting, eitthvað svona. Þá myndu, því að all vörunum okkar geta við þetta haft strikamerki. Já. Og með þess að fleiri neitt strikamerki ef það væri hjá ykkur. Akkurat. Og þá myndu við að sjá strikamerkisreitin. Já. Og sko breytin 0, þá er á félan. Já. Svo er eitthvað lágmark hérna, þannig að sumir dálkar er ekki hægt að féla alveg. Þannig að þetta er bara upplýsingagildið að þú mátt ekki fara undir 1,8 eða 1,7 en þú getur auðvitað haft það stærri. Já. Þannig að ef ég vil hafa stórt svæði eða lítið svæði, þá bara stillir það sjálf. Eins í hvaða röð, þú getur valið með pílanu upp. Já. Að þá væri það færist vörunúmer hérna eftir stuði. Það er þetta fyrir ofan falin svæði, þannig að það skiptir engu máli. En við förum við kannski það sem er svona smekksatriði. Það er sko að sýna einingaverð án vask, einingaverð með vaski. Já. Þetta er mjög þægilegt að hafa. Til stundum kannski er þetta alveg konan með verð með vaski, stundum án. Akkurat. En þú ert alltaf bara, nefnir aldrei neinverð nema að hafa það í án vask. Já. Og þá auðvitað kannski bara getur valið það að fela verðið með vaski. Já. Þannig að þú sért ekki með meira í augunum heldur en vistmúta. Akkurat. Eins hérna að, eins og hérna stilt núna, að þá er heildarupphæðin með vaski. Já. Þú tekur einingaverð sinnum magn. Já. Þá fyrir heildarupphæðina. Akkurat. Viltu sjá hvað það er það mikið með vaski? Já. Per línu. Þú sér náttúrulega alltaf hérna neðst. Já. Hvernig summan er á reikningnum. Já. En ef þú vilt sjá per línu, þá getur við hendið þannig. Ok. Eins hérna, það er vörulega tilvísun pöntunum, tilvísun bókana, tilvísun pakning og eitthvað svona. Þetta er sumir vilja sjá þetta. Já. Og það er ekki og ég hugsa því að ekkert með að gera þannig að það er bara stilt á múl. Akkurat. Svo lókuð við og þá bara er alla nótur komið þetta út. Já. Og bara nótugleikin, ekki prentaða útgáfa. Nei. Hún er ekkert að breytast. Nei, hún er það. Bara þetta viðmót hér sem við erum að fyrta í. Já. En ef við förum með yfir, sko, að þá getið þið bara búið til endalaus vörunúmer. Já. Og sagt bara hvað hlutina kosta. Hvort hérna bæti ég inn vörum? Já, myndum á það eftir. Þú ætlar að setja inn eitthvað vörunúmer hérna og það er mjög, sko, eins og sér sko, að vörunúmer getur bæði verið bókstafur og tölustafir. Já. Og í gagnagrunum okkar, þegar við leyfum bókstafi, þá er raðan sett í stafrófsröð. Já, akkurat. Það þýðir að hún er ekki að raða þessi númeraröð. Nei. Þannig að þess vegna kemur þetta í svona undarlega röð að 1, 10, 100, 1000, 101. Já. Það er því að hún er bara að raða fyrsta eins og myndur raða í stafrófsröð. Fyrst kemur fyrsta verðin A og svo bara kemur B fyrir neðan. Já. Og hérna, þess vegna kemur þetta ekki í númeraröð út af því að hún er að raða í stafrófsröð. Já. Og stafrófsröðin vissulega hefur tölurnar en þá er þetta ekki 1, 10, 100, 101, 102, 1000. Já. Þannig að sko við mælum þannig að þegar menn vilja nota bara númerinn að þegar það með 001, 0002 þetta sé alltaf til þá myndur raða þessi númerröð. Já. Það þarf að hjálpa henni að það raða þessi númerröð með það að þetta sé alltaf jafnmælt í tölustafir. Já. Og þið tókuð sko Excel-bílar náttúrulega keypti bílvóg. Já. Bílvóg eru búin að vera í stólpu í 100 ár. Já. Það var alls konar rusl inn í bílvógi sem búin að myndast á 100 árum. Já, einmitt. Og ein stefna í dag og svo næsta áratugur og önnur stefna og eitthvað svona. Þannig að þetta er orðið pínu kaos. Já, ég myndi hérna allir farið að bráðið tími gefst að eitthvað raða upp sko vörunúmerunum og því öllu sko. Ég er bara með að beða fyrir fram á tölvuna, skilur. Nákvæmlega, og eftir 10 ár er kannski komin önnur mannski þýstar og hún býr til nýtt kerfi. Akkurat. Og það er ekkert mál. Það er bara hver fyrst gera þetta eins og viðkomandi stæðilegast. Akkurat.
En þá þarf maður að kunna að taka til. Já. Og fyrir maður í vörunúmerið kannski eftir. En stólpinn mjög frjáls með þetta. Þú velur þessu vörunúmerið 1 vinna hérna. Já. En þú vilt bæta ykkur við. Já, vinna við eftirskipti eða eitthvað svo veist. Ekkert mál. Þú veist, stólpinn leiðir þetta allt saman. 2 stykki auðvitað hérna og þú ætlar að selja þetta daga á sko 25.000 krónur. Já. Bara eða 250.000. Já. Og þægilegt líka náttúrulega að hérna eða 1.000 krónur og þá reiknum hvað það einingaverðið með vaski. Þú sér það líka þetta náttúrulega sko vaskur stýrist af þessum lyklisi hérna sem að. Já. Þannig að ef það var til dæmis einhverjum ástæðum þú ert að selja eitthvað án vask. Já. Til dæmis námskeið eru án vask. Akkúrat. Og þú ert með kúnastíðan á námskeiði hjá þér. Já. Og námskeið, þá ætlar að hafa vörunum sína á námskeið og þá sér það hvað verðið er þannig án vask. En vantarlega hjá ykkur er það frekar steik þá Já, en þetta eru fyrir örlítið bókhaldsluta hérna. Ykkar bókhald er náttúrulega eitthvað sem heitir tekjur, kostnaður og endanum mismunurinn hagnaður og tap. Það er ykkar smekksatriði hvaða lykla þið hafið, þegar þið viljið sundurlega tekjurnar í bókhaldslykla, að þá eru þeir þarna. Þið getið breytt þessu við afhendingarkerfið fyrir nýja notendur og bílvoginn fyrir 100 ára síðan með svona ákveðna grunnumsynningu. En svo er þetta bara undir ykkur sem notendur hvernig viljið skipta ykkur tekjum, hvernig viljið skipta ykkur kostnaði og allir 1000 lyklarnir hérna eru tekjur og svo koma kostnaðarliðir hérna með 2000 alls konars. Sýnist þetta lykilnóti, það er ekki fræðilega ekki útilokað. Þú setja að búa til eitthvað lykil. Ég verð að taka smá pási. Ég finn alveg að ég er svona að fara að sóna út. Já. Þannig að við tökum bara smá pási. Hvar vorum við? Sýrlíkla. Já. Þannig að sko vörunúmerinn kalla, þegar við stofnum vörum þá er búið að setja sölulykil fyrir það vörunúmer. Og ég veit ekki hversu mikið þið viljið skipta. Ég get alveg trúa að þið séu bara með allar ykkar tekjur í einu lykli og ekkert að flækja hlutina. Og þá bara það er alltaf sölulykil 1000. En sölulykil 1000 er með 24 vask og þess vegna verða allt það sem að kemur hérna með þeim vaski. Þú getur líka eins að þú þarft ekki að nota vörunúmer. Það er mjög stór kostur að nota vörunúmer. Og þegar þú getur spurt kerfið hvað nota ég þetta vörunúmer mikið á síðasta ári. Akkurat. Og hérna, en kerfið er mjög frjálst, þannig að þú getur sett auðvitað bara hvað sem er inni. 4 stykki á 10 skall eða eitthvað. En þá er engin leið að greina þessar tekjur aftur í tímann. Akkurat. Því að þetta getur verið vinna, þetta getur verið varahlutur, þetta getur verið hvað sem er. Akkurat. Svo er þriðji möguleikinn að þið getið skrifað hérna heila ritgerð. Já, er það málið? Já. Það er bara heldur endalaust áfram. Heldur bara endalaust áfram. Ok. Og við fórskoðum þetta að þá kemur þetta sem bara hérna. Rafrænir varð og svoleiðis, hvernig lítur það þá út? Þá er hérna eins og lína 2 gráa lína þeim. Já, ok. Allir eins og þetta er bara dæmið það sem stoppið leyfir. Já. Rafrænir reikningar, þeir eru mjög staðlaðir. Það er evrópskur staðall sem gildir á Íslandi hérna. Já. Það er bara nákvæmlega hvernig rafrænir reikningar að vera. Já. Þeir leyfa ekki þetta. Nei, ok. Þannig að það er hann því að sé vörunúmer við línuna. Það er bara vörulína á að vera einingaverð, sem er magn. Já. Og rafrænir reikningar er bara mjög staðlaðir fastir. Stólpinn það sem hann gerir þá við þetta hérna, þegar rafrænir reikningar leyfa sannlega eitthvað sem heitir athugasemd. Þannig að stólpinn tekur þessa línu hérna, hendir henni hérna yfir. Já, ok. Það var að koma einmitt í nýjast útgáfuna. Það var að trufla þetta þegar ef ég var hérna vildi að fara rafrænan reikning, þá sá ég bara þessa hérna fyrstu 2 línur. Já. Ég sá ekki þessa 3. línu.
Og þetta aðalega fyrir þessu gömlu notendurna sem eru svo vanar notastólpa og eru bara vanir að skrifa hér. Já, ég sé þetta mikið í gamlum reikningum frá, eða þú veist, fyrir reikningum, sko. Já, þannig að til dæmis að það ætlar að endursenda í slíkan reikning. Já. Þá hefði þessi lína bara dottið út, þannig að móttakandinn hefði ekki síð þessi aðdámsend. Akkurat. En það er alveg sett að svæðið þetta sem er aðdámsend. Já. Og sum verkstæði setja þannig heila ritgerð til notendana, eða greiðendana sem bara skoðum þetta, skiptum þetta og bla 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 bla. Bara, og sérstaklega náttúrulega mjög gott að setja náttúrulega heilu ritgerðanar inn. Já. Upp á gæðin, upp á reykjarleikann. Akkurat. Að halda kúnanum ykkar vel upplýstum og hann upplifir það sem öryggi. Akkurat. En það sést eina sem að ég myndi ekki setja heilu ritgerðina þarna þó að kerfið bjóði upp á það, ég myndi setja það hérna. Já. Og á pappírssetningunum kemur þetta aðeins öðrum stöðum. Það setjum bara hérna. Skoðan. Þá séu það athugasemd sem kemur hér. Já. En textið sem þú skrifar kemur eins og bara þessi lína. Já. Rafrænar reikningar hafa ekkert útlit. Það bara tölvugögn sem fer á ykkar bókhaldskerfi og lesin í tölvukerfi móttakandans. Það fer bara eftir hvaða tölvukerfi þeir eru með. Þeir eru kannski með Navision eða DK eða Stólpa eða eitthvað annað. Já. Og það bara útlit sem að það hugbúnaðarkerfi býður upp á. Já. Þá þetta bara allt, þá kemur þetta ekkert ósvipað og nóta sem það var hér. Já. Nema þetta er ekki sölureikningur, þetta er innkaupareikningur. En þá það bara eitthvað útlit sem að það er tölvukerfi með. Já. Viðhengi, þú getur bæði sendt viðhengi með tölvupósti og rafrænum reikningum. Já. Að þá getur bara hlaðið inn viðhengi, nýtt PDF-viðhengi. Já. Hvar er það viðhengi og þú bara, hérna er ekki PDF-skrar. Nei, en hérna finnur þú bara hvar seifðar þetta PDF-skrá. Það er hins vegar ekki að hafa þetta á desktopinu þínu eða hafa þetta okkur á einum stað. Já. Og ef þú þarft að senda hana reikning aftur eftir 2 ár, þá þarf viðhengið ennþá að vera það sem settur. Já, akkurat, það þarf að segja á sömu stað. Já, reikningur mannbara það er PDF-skrá þarna. Akkurat. 2 ára seinna, ef hann er ekki ennþá þarna, þá fer ekkert viðhengið þá. Þú reyndi að senda viðhengi með, en það var horfið. Já. Og þá fór ekkert viðhengi. Akkurat. Þannig að þetta er ekki svo tölvupóstur sem bara festir á og þannig segja það inn í. Þannig. Já. Þetta er, reikningurinn mann bara viðhengið er þarna. Já. Og þess vegna átti að vera, ef þú ert að fara að senda mikið af viðhengjum, að bara búa til einum upp og einu á okkur stað og þar safnar þeim og lætur það bara vera í friði þar. Já. Einhverjar spurningar hérna með sölu aðra förum í? Jú, það eru hérna fleiri, förum hérna, nú voru við hérna liðnum bifreiðar. Já. Já, þá er þetta fast við bifreiðina sjálfa, ekki hérna... Nei, þetta er fast við þennan reikning hérna. Já, ok. Þetta fer aðeins eftir hvaða útlit, það eru við eigum, hérna ég er ekki með sama útlit greina og það eru 40 mismunandi útlit á reikningum sem að stóð býður upp á. Já. Við erum unnið á hérna aðgangi sem heitir Bókari. Já. Hún er alveg klárlega ekki þarna með rétta stillingu. Nei. Þið eru vantilega, þú sér hérna vantilega það sem heitir allar upplýsingar bílinn. Já. Sko bara breyta því snöggvart. Í stýriupplýsingarna er þess að alveg urmull af stillingum. Okay. Þær eru per notanda. Já. Langflestar. Fyrir hlupan Ítald, hérna er mesta stillingan. Já. Og kannski bara förum að yfir það. Hérna er reyndar alveg að bera það.
Sennilega þegar ég að fara inn hérna hliðar. Stillingar, þegar ég fer inn í kerfið ykkar þá sé ég endilega stillingarnar ykkar. Já, ok. En þú átti eins og að sjá það. Hérna einmitt útlitið. Og hérna sjáum við alls konar útlit. Já. Reikningur haus og veist, en það það útlit sem nýjast fyrir bílaverkstæðin. Já. Þetta sem þið að sinna almennu bifreiðareikningur. Og þá fara allir upplýsingar á bílum. Og þessi svæði sem við vorum að tala um svæði ofan og neðan eitthvað svona, þau eru líka til á því formi. Þið getið, en þetta aftur smekksatriði, þetta minnst að vera að flækja einfaldan hlut. Ef þú vilt setja eitthvað athugasemd á reikninginn, settu að vera athugasemd. Sumir vilja nota þetta svæði og þetta svæði. Já, akkurat. Þannig að við kannski búin að teygja okkur of mikið í ólíkum þörfum. Hérna stillingin til þess að allir nýja reikningar sem við búið til frá grunni, reyndar þetta notið tímabúnakerfið, þá einhver ábyrgðarmaður þar, hann verður sjálfkíðan sölumaður. Já. En ef þú ert að búið til reikning eins og við vorum að gera hérna áðan, bara nýja reikning, þannig að nýskráð reikning, þá kemur þessi sölumaður hér. Eins hérna, getur þú valið þegar við opnum nýja reikning þá kemur við strax með daginn í dag. Já. Hérna sé ég að lykilorð niðurfellingar eitthvað. Þannig að þegar við erum að eyða reikningi eða nótu í vinnslu, þá spyr hann lykilorð. Þegar þú tekur þetta út, þetta bara svo eyðir ekki óvart eitthvað. Já, akkurat. Ég sjálf að setja hana bara lykilorðið að, ég sé ekki hvað lykilorðið hjá ykkur en hérna, þá á hann að spyrja hvað lykilorðið. Þetta ekki mjög hávíslega, það geta allir opnað þetta hérna og sett nýtt lykilorð. Já, einmitt. Þetta hérna bara svona ákveðin stopper. Já, akkurat. Komið í veg fyrir klaufavellir. Já. Síðan eru stillingar hérna, ég vil ekki bara kannski of í það líða. Nei, þetta eitthvað sem ég get bara kíkt á. Já, sko, nákvæmlega, það líka mjög ólíklegt að vilja breyta stillingunum. Einmitt. Ég get talað hálftíma möguleika. Einmitt. En hérna, veist, eins og bara birta afrið á endurprentun á reikningum. Já. Þú veist, ef það eitthvað sem að þarf. Það er sumir með þetta, að vilja, veistu, að brenda orginal. Já, með frumreikningur og þetta er orðið úrelt í dag út af rafrænum reikningum. Akkurat. Í gamla daga þurftur pappír og ríkiskostjóri tók bara pappírinn gildan. Leið og ríkið fór sjálfa að biðja rafræna reikninga og þá er ekki til neitt frumrit og afrit. Nei. Það er bara úrelt. Já. En svo eru sumir sem að segja bara að á að standa afrit, en þetta afrit. Akkurat. Og þá er það bara orðið smekksatriði. Viltu afrita ekki. Það eru líka stillingar sérstaklega fyrir bifreiðakerfið. Flýtiskrán í bifreið að þá þú veit ekki þetta stilt alltaf per notanda, þannig að það getur verið að þinn notanda sína aðeins öðru stillingar. En leið og slarðin nýtt bílnúmer, þá bara stofnar hann. Hún er ekkert að spyrja þig, viltu stofna hann eða eitthvað. Það er þannig sett hjá þess. Sjálfvirk uppfærslubifreiðin, þannig að leið og þú sækir gamla bifreið sem að búið var hjá þér í fyrra, þá fer hún aftur að tjekka, komin nýri end. Já, ok. Dýrari leið, hver uppflytting 50 krónur. Akkurat. Og svo viljum við hérna sjálfkrafa nýtt verk, þú getur tekið þetta af og þá er það, ég ætla ekki að tröfla. Þetta er svona dullingaþarfir. Þetta er einnótt af réttingaverkstæðum, sjálfsábyrgð. Þannig að þið þurfið ekki að spá í þetta. Þetta er líka eitthvað sem þið þurfið að reyna ekki að spá í hérna. Þetta hægt að raða endurprenta reikninga til fastanúmer. Þetta er þess að þú vilt skoða gamla reikninga, sem við höfum eftir að sína þér. Hvernig viltu fá þá töflu þegar þú sér alla gamla reikninga? Þá er náttúrulega bílaverkstæðin mjög algengt að haka hérna við og þá ferðu bara að leita eftir bílnúmerum. Já, ok. Þannig að ég held að og þetta fórum við áðan, þetta er hakið á verkbeiðni, þessi kassar, 20 eitthvað kassar sem eru á verkbeiðni, það viltu að standa þér.
Þetta bara til að einfalda frá því að strákurinn á gólfinu að gera þetta eitthvað. Já. Og þeir að gera yfirleitt alltaf sömu hlutana. Já. Að staðan fyrir að þeir sé að skrifa það alltaf á verkbennina og þú verður að skila skriftina þeirra. Já. Að þá haka þeir bara við. Já, akkurat. Þessi hérna liður eitthvað sem þú þarft ekki nota. Þetta nota fyrir, þessi partur hér nota fyrir bílarettingavestæðin. Já. Þau nota sérst kerfi sem heitir Kappas sem að tengi stoppa. Sko við förum aðeins í tækistikuna hérna. Þetta bara almennt þessu köllum tækistika og bara nokkuð eins og Excel eða Word eða eitthvað, eða það eru möguleikarinn uppi. En þá sér það að hún skiptist í þetta reikningarvinnslu, uppfærðreikningar, sem er sérst gamli reikningar sem þið hefur gefið út. Hvort sem það er skifan á áðan eða fyrir 100 ár síðan. Bara það sem er bókað. Já, það sem er búið að gefa út. Svo eru hérna viðhaldskrár sem við förum aðeins eftir, en förum aðeins í uppfærðreikningar, gamli reikningar. Já. Skulum bara gefa út þennan reikningana og svo bakfæra. Já. Ok. Og þá vel ég bara uppfæra. Þetta er enda hérna í augnablikinu sem pöntun skiptir engu máli. Og þá vel ég bara að uppfæra þessa reikning. Og skulum bara skrifa hérna. Sérst ef ég segjum að þessi 10 reikningar, ég get valið hérna að uppfæra 10 reikninga einu. Já. Bara held ég með kontrolltakkanum. Já, og velur reikningar. Já, ég ætla að hætta við hérna. Ef ég uppfæra marga reikninga einu, þá held ég bara kontroll. Já. Akkurat. Smellu uppfæra, þá uppfæra það alla. Já. Ég vil setja sömu athugasemd á alla reikningana. Og ég ætla að hafa það alla með gjalda á morgun, ekki í dag. Og þá var ég að verða að geta út með nýjan gjalda allir saman og hætta við hérna. En ok, við ætlum að gefa út þennan reikning hér. Já. Uppfæra hann. Við segjum bara einhvern testreikningur eða eitthvað. Og nú reynir þess til að prenta. Ég held að ég sem ekki til prenta, ég maður ekki. En þá bara prentast það út hérna. Já. Þetta var líka að gera hérna velja reikning og uppfæra hann sem hult. Já. Það er líka út í að hann átti líka að fara sem rafreikningur. Já. Þannig að hérna, ef þið eru ekki í þjónustunni, ef þið eru að senda rafreikninga á fyrirtæki sem er ekki í þjónustunni rafreikningar, þá kemur villa. Já, ok. Þessi reikningur verður að koma inn í bókhaldið, en það tókst ekki að senda. Já. Þannig að við skulum bara setja þetta hérna sem tölvupóst. Og uppfærand, Ctrl-U á lyklaborðinu. Ctrl-U. Sérst forskóðareikning er Ctrl-P. Þá varst að skoða hvernig reikningar myndi líta út á pappírnum. Það er forskóðin. Já. Ok. Að gefa hann út, þá getur þetta að fara inn í tækistökkuna og uppfæra hann. Og þú sér að flýtileikin kemur Ctrl-U. Ok, ég var ekki að taka þessu. Forskóða Ctrl-P. Já. Og eins líka sko að þau eru bara aðalánunda að þá er það streikað undir S. Já. Já, ok. Þá er það allt S. Já. Ok. Það er að vita. Og þú sér náttúrulega bara að allir flest kerfin okkur eru með eitt staf undirstrikaðan. Já. R hérna fyrir lánadrottnar. K fyrir skuldunautar. Já. Þannig að allt K, þá fáum við bara listið yfir alla skuldunautar í kerfinu. Og hérna er bara aftur sama yfirlistaflan. Já. Smellir á dálkinn til að raða í þeirri röð. Sér hérna fullt af aðalum sem er ekki með neitt tilvísang eða þess að aftast. Getur opna hvert sem er. Já, þetta er, þarna sko, við klipptum af kerfin okkar. Ok.
Þið eru náttúrulega í þessum bastarði þess að það var tekin öll sagan einhvern veginn, eða sett frá Bílvogi, en hún var svo messy sko, að þarna til dæmis er að opna ykkur skuldinett sem að til en ekki til sko, þannig að gat í gagnagrunum okkar. Okay. Þannig að, já. Þetta þannig held ég að það var að fara að hreinsa til sko. Þið byrjuðu með nýjan gagnagrunn en samt ekki. Ok, þannig að það svona leifar af betri. Já. Okay. Þannig þegar ég að opna hérna núna eitthvað þá bara finn ég hérna sko. Þetta eitthvað sem við notum ekkert sko. Nei. Þannig að þetta breytir ekki allir. Nei, einmitt. Hvar var ég aftur? Við ætlum að gefa út reikning og bakfærum. Já, einmitt, við vorum í gefa út þessa reikningu og þetta er festreikningurinn. Þarna gefum við út reikninginn. Já. Þarna sendum við tölvupóstur pluss prentut. Þeir eru stilt þannig að þegar þeir sendum við tölvupóst, þá prentast hann líka. Þetta er sagt út. Já. Og þá er reikningurinn farin í hann, eða sett pöntun. Og þetta hann ekki lengur í vinnslu, þetta er farið endalega. Já. Við viljum hins vegar þá getum við til að skoða gamla reikninga, hvort sem var þessi reikning sem við gerum á hann, eða bara allir hérna gamla reikningarnir. Já. Og þá veljum við og það kemur þetta nokkri valmöguleikar hérna. Já. Lang oftast ert þú bara að hugsa þessa fyrstu tvo hérna. Já. Þannig að þú endur prenta eitthvað reikning, eða endur senda sem tölvupóst eða ræðan reikninga eitthvað. Þannig að þú getur að þú prentar út reikningum mig og ég segi nei, ég vil fá hann rafrænt. Já. Gleymdi því. Og gleymdur að skrá mig skuldinni að ég vil fá rafrænt. Já. Að þá heitir það endur senda. Ok. Og þá byrjar hún að sýna okkur lista yfir alla reikninga. Já. Við vorum bara að stilla þannig að hún leitar eftir fasta númeri. Og þá þarf ég að þú getur líka og af og þá kemur hún með og það er breytir reikningar á þannig bíl þú myndir sjá hérna 10 reikninga eða þeir eftirnir veljum það, staðfestum og núna ætla ég að senda sér annan reikning. Akkurat, ok. Ég get prófa hérna, ég held að þið sér þetta ekki ég veit ekki hvort það sé inn í þessu, það er ekki með villa nú reynum við að senda þetta annan reikning villa. Já. Og þegar ekki villa þá er skýringin öll hér. Já, ok. Aðgangur óheimill. Þið eru bara ekki í þjónustunni að senda eða móttaka rafreikninga. Hvar get ég séð hvaða þjónustur við erum með? Sko þetta er svolítið spes. Þetta er bara utanaðkomandi, það er nákvæmlega eins og þegar gluggapóstur þegar þú prentar út reikning, setur inn í gluggaumslag og fer með hann í póstinn og pósturinn ber hann til greiðandans að þá er milliliður líka í rafreikningum það þarf að stofna eitthvað þar og þarna bara það skýrt, það er ekki búið að stofna eitthvað þar þegar þið viljið fara í þetta skref ég segi þegar og það er engin spurning þið ættu þetta er sikkur þjónustan, það er að senda rafreikninga, það er einn þjónusta, að móttaka rafreikninga er önnur þjónusta. En þetta er sami aðili. Þeir rukka hins vegar, bara svo ég farið kostnaðana því, að þessi milliliður, sem er einu orðin kallað bara skeitamiðlarar á Íslandi, staðan fyrir póstburðamann, þeir kosta 2.500 kall á mánuði fast gjald, bara að vera skráðir og til í kjæruna þeirra. Og 38 krónur fyrir hvert reikning og hvert viðhengi sem sendið. Þannig að einn reikningur með 3 viðhengjum og þá er það 338. Þannig að ef þetta rukka viðhengi getur verið 100 blaðsíður. Þannig að ef þetta eru marg skjöl sem er að senda sameina það í eitt PDF-skjal. Þannig að
Já, eins þegar ef þið fara að móttaka, það bókarinn eitthvað sem myndi fara slíkt námskeið, að þá það 2000 fast gjald á mánuði pluss 38 kr. Reikning, en sá kostnaður yfirleitt pínus við hliðan tímalaununum sem að tæki bókarinn að bóka saman. Líka þú gleymir til þess að það senda mér reikning í tölvupósti, en gleymir að skrifa e-mailið mitt, þá myndi koma yfir villa og koma hérna vantar net. Þá förum við og opnum skuldanetin, skráum við netvangið, endur sendur reikningin. Ok, alright. Og sendingar yfirleitt náttúrulega eins og outboxið þannig séð. Það sérðu bara nákvæmlega hvað þú hefur verið að gera. Akkurat. Hvenær þú sendir, þetta bara tímastimpling þegar að aðgerðan var framkvæmd. Eins og bara hérna áðan, klukkan 11:58 voru að senda hann reikning, sem kom villa. Og aftur við þurfum að stækka klukkan til að sjá hver. En lang oftast nú það kemur bara aðgerð framkvæmd. En það náttúrulega þið bara prenta sko. Og það kannski lang oftast, þegar það eru tölvupóstarfrændum. Og bara örstuð svo ég nefni það semst að sko það greinilega búið að setja alveg upp eitthvað tölvupóst. Þannig að það sé hægt að tala við senda reikninga tölvupósta. Já, ok, þið eru að nota hérna semst spam tölvupóstar. Ok. Það er svo mikil vöxtur á spam tölvupóstum að það fer eftir póstþjóninum hjá móttakandanum hvort að hann lítur á eitthvað tölvupóst sem spam eða ekki. Til að minnka líkur á því að reikningar frá ykkur verði farið í spam hólfið, þá er miklu betra að nota eitthvað eigin póstþjón. Ok. Þið eru að nota hérna opin póstþjón í okkur sem allir mega nota og kostar ekki neitt. Gallið við hann út af því að það eru margir að nota. Af póstþjónar hjá mótanotum segir þetta er póstþjón sem margir að nota. Spampóstar eru sendið frá svona póstþjónum. Þannig að það er mjög líklegt að reikningurinn sem þið sendið hérna póstþjónum okkar endi í spamhólfi hjá móttakannar. Til að forða því, þá eitthvað stærri þið eru með tölvupóstlottara sem er hýstur hjá oftast hjá Google eða Microsoft eða einhverjum íslenskum aðala sem ég mæli alls ekki með, þeir eru dýrari og lélegri heldur en Google eða Microsoft. Þá þarf að tengja stólpan ykkar við póstþjónun ykkar og það þarf admin aðgang, sá sem sér tölvupóstin ykkar með admin þarf að opna fyrir stólpan. Þegar að stólpinn ætlar að senda tölvupóst, þá þannig sé bankað upp á þessum póstþjóni sem í dag er náttúrulega okkar eigin og við segjum alltaf já. En þegar þetta komin í ykkar persónulega póstþjón, þá þurfið þið þannig séð að opna fyrir það að stólpinn megi tala við hann og það þarf admin til þess að opna fyrir það. En ef póstþjónninn segir nei, þú mátt ekki tala við mig, þá kemur bara villa. Þannig að þetta er þannig að þið eru ekki í bestu stillingunni hérna að nota okkar póstþjón. Það er bara mjög líklegt að móttakandinn finni póstinn í ruslinu eða junkmail. Þegar þið viljið fara í rafreikninga þá bara sendur ykkur póst. Bara opna fyrir það. Og tölvupóstur er náttúrulega betri, því hann kostar ekki neitt. Rafreikningur kostar eitthvað. Og fyrir sendandan á rafreikningum þá er þetta bara smá aukakostnaður. Allur ávinningur rafreikningi er fyrir móttakandann. Það er ekki fyrir nekkar kúnnar ef þið fóðu ríkið eða sveitafélag eða stærri fyrirtækin, þá munum þau segja við viljum fara rafreikning. En þangað til skulu bara senda tölvupóst. En þegar það ekki þá bara sendur ykkur reikning, við opnum þá fyrir þetta sjáum að skrá ykkur og þá kemur ekki óaðgangur óheimill aðgang. Við ætlum að fara í leiðréttingar. Þegar við förum leiðréttingar þá þetta nokkur möguleikar. Ógilding er, það er hérna sem bláa textar, hann segir alveg hvað það velja.
að þá, og í 99% tilfella þá ertu alltaf að ógilda reikningin í heild sinni. Já, akkurat, það er ekki bara stakar línur eða eitthvað. Nei, það er lang einfaldast. Þú getur alveg stakar línur, þá velur við bara leiðrétting. Já. En ég myndi alls ekki mæla með því, ég myndi, ef það getur þó að sé bara ein lína vitlaus í síðasta reikningi, þá myndi ég bakfæra í heild sinni gamla reikningin. Já. En ef þú þarf að búið til nýjan, þá getur líka haka eina við afrita. Ok. Þá eru bæði að búa til kreditreikning og afrit af síðasta reikningi. Já, ok. Þetta er mjög sniðugt. Ef eitthvað er vitlaust í upphaflega reikningnum, þá ætlum við ógilda hann í heild sinni og við ætlum að búa til afrit. Afritið verður og þá kemur þetta sem, já, ok, þá getur þú bara í rauninni editað af gamla reikningum. Þá lagfærir afritið og uppfærir báða. Já, akkurat. Þannig að við skulum bara þykjast eins og þetta hafa verið eitthvað vitlaust í síðasta reikningi. Og AF. Hérna er hún stilt á númerreikningsina. Hann er reyndar hérna... Já, hann er á númer 2. Já. Hreinsa. Hérna er hann. Staðfesta. Og þá fáum við hann sem 2. Þetta er kreditreikningurinn. Akkurat. Með mínus. Þetta er afritið. Já. Þá opnum við bara afritið. Akkurat. Þá get ég lagfært. Lagfært þess að þarf að lagfæra. Akkurat. Hvað sem það er. Akkurat. Og svo myndum við velja hérna báða reikningana. Já. Með halda kontónulegri. Já. Við erum báða og uppfærir. Staðfestir. Þá er komin kreditreikningur. Easy peasy. Geggjað. Það hætta við. Þessi ætla náttúrulega ekkert að hérna, þessi ætla ekki að búa til neitt afrit. Nei, einmitt. Annars verður hún lykilorð sem ég veit ekki hvað það er. Jú, það var A. Jú, ég nota sjálfur þetta A hérna hjá sölugjörnum mér. Þetta er svolítið kannski ég er að kenna viðbjörnsi og setja inn saman lykilorð. En við ætlum að bakka rannreikning. Já. Þannig að við smellum bara á uppfæra. Og staðfest. Já, og þá bókast út í hérna kreditreikningur. Já. En það þarf að bóka hann sér. Já, og passaði bara, við höfum alveg séð að hérna, þegar við erum að kreditreikning, þannig kemur þarna reikningur í vinnslu, með mínustölu og allt það. Já. Hann er ekki komin inn í bókhaldi fyrir að uppfæra. Já, akkurat. Ég hef alveg séð kúna sem eru búin að vera bakara og það eftir að opna sölugjörðu þá er það bara fullt af mínusöku. Það þarf að taka síðasta skrefið og klára. Og ástæðan fyrir að það millilendi þarna er það náttúrulega að þú gætir verið að velja hinmögulegum að leiða þann hluta. Já. Það er bara bakara parta, ekki allan. Og hérna þú getur editarað kreditreikningin áður þú fara. Já, bætum hérna vörum. Já. Já. Ok, ég kann að gera það hérna í góðum. Já, sko, það eru 2 gluggar. Já. Það er annars vegar verðskráningar. Hún er opin til þess að breyta verðskráningar. Já. Það hún er ekki góð til að leita. Það er sér aðgerð hjá okkur sem heitir vörulit. Og það er náttúrulega miklu, þannig að, og bara þegar við erum inn í einhverju reikningi hérna, skulum bara fara inn í einhvernar bolli. Að við erum í hérna, þannig vantar starfsmann. Við fattar yfir því. Við verðum að velja einhvern á hann. Já, bara Pétur. Það getur. Að þú ítir hérna á F4, þá færðu leitarklukkan. Já, F4 það er. Og við förum að segja leitarklukkan en hann virkar. Það augljóslega náttúrulega eftir bara að leita hérna vörunúmeri. Já. Þetta er það sem við kallum gamla leitarklukkan og við þurftum að gera svolítið fyrir nótundar okkar sem eru vanið kerfinu. Já. Þeir voru gamli leitarklukkan var þannig að þú skrifaðir sem bara við erum að leita hérna málningaður. Og ég skrifaði hérna M. Já. Og þá giskar hann á fyrsta M-ið í listanum. Já.
Og ef það eru mörg emma þá myndum við að geta að fara inn í gatinu og séð þá öll emmin. Já. En til þess að geta náttúrulega hann stjörnu eitthvað dæmi, ég man ekki á hvaða stað hann byrjar. Já. Þetta bara allt önnur forritun hann á bakvið. Já. Hér, að þá þessi gluggi fyrir neðan, hann með stjörnu dæmið. Já, ok. Þannig að þetta eitthvað frá bílamustinu. Man bara ekkert hvað vörunum heitir. Já. Eða hvað byrjað. Og þá hvað hvað sem uppfyllir þetta hérna. Og þá bara velja ég auðvitað það sem á við. Staðfesti og þá fer þessi vara inn á reikning. Já. Og þú setur svo bara magník. Þessi vara ekki með neitt verð, þannig að það kemur alltaf núliðan. Akkurat. Skulum eyða þessu út. Þetta leiða, þannig að þá bara veljum við línuna hérna. Og delete. Delete. Þannig að vöruleitin F4 í nótunni eða bara hérna tækjastíkunni og þá farum bara saman klukkan. Verðskráni, til þess að breyta verðskráni, þá ferðu bara í verðskráni hérna og neðsta línan stjarna og þar getur búið til nýju vörunúmer. Man ekki hvort þessi með aðgang að birgðakerfinu. Birgðakerfið, verðskráin sem sér hér, eru einföldustu aðgerðir með vörur. Birgðakerfið sami gagnagrunnur og nákvæmlega sama tafla, nema miklu fleiri aðgerðir. Já, og við náttúrulega erum ekki með neina birgðaskrá eða neitt svoleiðis. Nei, þannig að það gæti verið til dæmis að þetta var að taka til í vörunúmerum, fækka þeim, úröld vörunúmer sem þið vilja losna við. Þá takið bara birgðakerfið inn í einn mánuð eða eitthvað þess. Það til dæmis aðgerð að fella niður vörunúmer. En hvernig bæti ég við afsláttu flokk? Já, taka það. Þið eru búin með vörur þetta. Við skulum aðeins renna yfir, við gleymum ekki neina hérna. Þegar þú opnar hérna verðskrána þá þetta bara allt opið. Þú getur skrifa hérna bara yfir, svo bara hérna ætlum að skrifa hérna þetta kostar 1000 krónur og hún eða hérna, þetta kostar 1000 krónur með vaski, það var hérna með hináttina. Á lager það hvað þú átt mörg stykki á lager. Akkurat. Ef þið ekki með birgðakerfið og þið ekkert að spá í þessu, þá þetta bara einn af þessum dálkum sem þið algjörlega ignorið. Eins með það hvað í sölupöntun, frátekið í pöntun, þetta dálkar sem þið ekki ignorað. Og þarna myndi ég náttúrulega vilja í framtíðina að við getum stillt fyrir ykkur hvaða dálkar þið felið. Það fullt af dálkar sem þið voru engan áhuga á. Hakið hérna afsláttur. Með hvort þessi vara yfir höfuð leyfir afslátt. Já, þannig að þú veist eins og ef við myndum aldrei gefa afslátt af vinnu, þá myndi ég haka úr þessu. Já. Og alveg saman þó ég sé með eitthvað afsláttarflokk sem heitir 10% afsláttur öllu. Á ekki við það. Það á ekki við, þetta óverðar afslátt. Akkurat. Þannig að ef bara almennt þið veit að þá afslátt á einhverjum þá verður þá hafið það ekki það. Á reikningnum stendur síðan eitt stykki eða eitt eitthvað. Já. Eitt hvað? Já. Hérna það þannig að það kemur þá þetta 1 klukkustund. Já. Frjálskost auðvitað fyllist út eða ekki. Hérna aðgerð sem að þarf eiginlega ekki að spá í. Nei. En það bara að nefna það. Þetta mjög líklegt að einhverjum tímapunkti þá myndum við vilja gera það. Já. Þetta að hækka alla vöruna þínar 10%. Já. Þá það inn í birgðakerfinu. Já. Og þá getur þú stillt hvort að þú sleppir vörunni. Hvort þú gerir samkvæmt reikniaðgerðin sem við stillum. Það nokkar mismunandi reikniaðgerðir í birgðakerfinu. Já. Eða bara verður fara. Já. Þannig að þú spáir ekki í þessu. Nei, ekki að overlóta þessu saman með. Svo geturðu hins vegar hérna með úreldsvörunúmer, þú þarft ekki bara að fella það endalega niður, þú getur bara falið þau. Já. Og þá bara hakar hérna við feilar og eins og þú vilt sjá falinn. Já. Þá sérðu það hérna. Strikamerki og vöruflokkar. Strikamerki náttúrulega ég hugsa að þið muni ekkert nota það. Líklegast ekki, sko. Við notum það til að klokka innan bíla og svoleiðis. Já. Það stimpla innan eitthvað svoleiðis, ekki fyrir En vöruflokkar, þetta bara
hvernig vilt þú flokka vörurnar? Og þetta tengist aðalega kannski skýrslum. Já. Ef þú vilt fá skýrslu yfir ákveðnar vörur, Já. þá rosalega þægilegt að búin að flokka þær í sama vöruflokk og þú getur sagt ég vil fá skýrslu yfir þennan vöruflokk. Já, yfir óljur. Óljur, nákvæmlega, og deyður bara. Og en ef þið eru bara ekkert að spá í því, þá skiptir þetta engu máli. Og ég sé að þið eru bara, held ég allir eitthvað vörur, eru með varahlutir. Já. Vinna á varahlutir, þannig að þið eru tvo vöruflokka. Þú getur sett alltaf upp vöruflokkana hérna, bara frjálstafla með stjörnu og þú getur bætt við fleiri vöruflokka en þú vilt. En þið notið það sannlega lítið? Nei. Hverju voru konið hérna vöruflokkari og vörulit voru búin að fara í? Skuldunetta, það sjáu þeir bara alla skuldunetta sem eru hérna. Þú getur leitað að hérna. Og hérna sjáum við til með þess að hérna þessi skuldunetta eru búin til 3 sinnum. Já. Ekki gott. Það getur verið ástæða fyrir þessu. Já. Eins og áðan, ef ég ætla að reyna að búa til nýjan skuldunett og hann til, þessi kennital til, það segir að hann til, þetta alveg viss. Já. Ef ég segi já, þá stofnar hann. Þetta hefur verið fyrir þá uppfærslu. Já. Nei, notandinn sagði já. Já, ok. Þannig að við sjáum alveg það eru hérna til. Já. Nei, þetta ekki sem. Nei, vá, hvað þetta líkt. Já, þannig dag, afmælisdagur. En það já, það getur verið ástæða fyrir þess að notendur vill þetta. Það getur verið stórt fyrirtæki eða eitthvað og það vil bara... Margar staðsetningar og... Það er þessi deild og þessi deild og þessi deild eða eitthvað leiðis. En, já, bifreiðar og þá, ef við smellum á það hérna, þá fáum við bara með svona leitatöflu með öllum bifreiðarskráðum okkar. Það eru 501 bifreið hérna skráð í Kjarrvegar í dag. Sjáum hérna mjög mismunandi mikið útfyllt. Já. Það er náttúrulega brotið að þegar bifreiðin var stofnuð, þá var hann ekki stofnuð fullkomlega. Já. Og og það getur líka verið vélnúmer. Kerfið tengist líka og höndlar vélar með nákvæmlega sama hætti. En þið geta náttúrulega bara að opna hvaða bifreið sem er, leita hérna uppi eins og það ekki ráðan. Við getum refreshað, skoða vikjarasögu, skoða stimpilklukkuna, hver var skráður á bak við þennan reikning. Ég held að það sé ekki að fara eitt meira í þessu hér, ekki náttúrulega þú með eitthvað spurningar í svolíkjörinu? Nei, bara afsláttarflokkur. Já, afsláttarflokkur. Afsláttarflokkarnir virka þannig að hún segir bara að kerfið hugsar þannig að þú fyrst byrjir til eitthvað sem heitir bara afsláttarflokkur. Þú skilgreinir þennan afsláttarflokk. Og skilgreiningarnir eru kannski flatur afsláttur á allt eða ákveðin afsláttur á ákveðna vörur. Já, ok. Þannig að segjum að við erum með afslátt af batteríum eða eitthvað. Já. Þá getur skilgreint að segja þetta á við, þetta vörunúmer, þetta vörunúmer og þetta vörunúmer. Þarna komum við líka vöruflokkastarkir inn og þú getur gefið ákveðin afslátt á vörur. Þannig að ef það minnst að vera batteri, þá myndu vera sniðugt að búa til vöruflokk sem heitir batteri, setja allar þær vörur sem eru batteri eitthvað inn í þennan vöruflokk og gefa mér svo afslátt á þennan vöruflokk. Staðan fyrir að telja upp þessi 20 vörunúmer sem innihalda batteri eitthvað, að þá þegar svo kannski bætast í nýtt vörunúmer á morgun, þá þarf það ekki afsláttarflokkinn og segja að þetta vörunúmer er líka. Og svo gleymur því náttúrulega og svo kemur kúnum og segir okkur fekk ekki afslátt á þessa vöru. Þannig að vöruflokkar er þarna líka mjög góðir að nýta sér það. Og við förum hérna þá inn í aðalhugmyndina. Almennt. Þetta gerur ekkert staðar. Þetta er eitthvað skrítið. Notandi hérna sem við erum á. Við skulum bara loka þessu notandi hérna sem best. Þetta er að ná Vigfús hérna.
Nei, ekki upplýsingar, þetta er almennt. Þegar fyrir minni almennt þá eru hérna ýmsar almennar upplýsingar kerfið. Já. Það rennur bara hrætt yfir hérna sérðu skuldunetta og lánardrottna, hvaða starfsmenn eru í fyrirtækinu. Já. Bara svona að fara hrætt yfir þetta, það veist, glugginn opnast á starfandi, á opnast starfandi, eða allt. Já. Leita bara eins og áður. Já. Getur opnað einhver starfsmann, sér bara svona basic upplýsingar um hann. Já. Það er enga viðkomnar trúnaðar upplýsingar um hann. Greiðsluskilmálar er eitthvað sem ég myndi mæla með að fara örlítið í. Ok. Ég ætla að klára afturlokkin fyrst, en myndum á hérna fara í greiðsluskilmála. Já. Hérna setur við bara upp flokkinn. Já. Og hérna það eru hérna með kerfin eitthvað, þetta er svona nánast þeir flokkar sem fylgdu kerfin fyrir 100 ára síðan. Já. Og þannig að þeir bílvogsmenn eða þið hafa greinilega ekki notað hingað til. Nei. Hérna eru þessi 3 flokkar til. Já. Og við getum skoðað það flokkar sem eru til, eða við getum líka farið hérna ný færsla, þá bara búið til nýjan afturlokk. Já, ok, svo. Þessi afturlokkar er súper einfaldur, það er bara 10% afsláttur á allt. Já. Förum hérna aftur í eitthvað skuldarnaut. Já. Tökum hérna Excel-bílar. Til þess að tengja þann afturlokk við vístöðunin, þá opnum við skuldarnaðspjaldið og setjum afturlokkinn á. Það er bara eins og starfsmannaafsláttur er 15% eða eitthvað og þá getum við bara sett alla starfsmennina inn á þann afsláttur. Já, þá er þeir sem skuldarnautar. Já, ég er að segja það. Þannig að skuldarnautarnir eru með þetta svæði, afsláttarflokkur og þá hérna við förum næst og sko það er ákveðið refresh vandamál. Já. Ef ég er að búta afsláttarflokkinn, þá þarf ég að loka og slökkva sölukerfinu þess að afsláttarflokkar séu örugglega komin þannig inn. Já. Þannig að það er hlust. Þannig að það er náttúrulega með 2 báðaklukkan opni í einu, það er nokkuð vist að sölukerfið er ekki búin að fatta hvað það ætti að gera einum megin. Þannig að við fyrir sölukerfið og við erum að hvort sem að reikningurinn kemur úr bílabókana eða tímabókanakerfinu eða búum bara til og og aftur kerfið að minna okkur áhaka hana, við erum búin til nýtt verk, við erum Excel-bíla og við erum bara að vinna, kemur afslátturinn. Já, akkurat. Og þú sér hérna líka að hvaða afsláttarflokkar er þannig gildi og bara hvaða vörur sem þú veljum að ná þetta, þá þetta er alltaf en 10% afsláttur. Þú getur þetta alltaf að fara hérna og breyta hann. Já, einmitt. En þetta er svona sjálfvirknin í kerfinu. Og þetta er grunnvirknin í kerfinu að hérna setja upp afsláttarflokkinn og fyrir maður spytir það hvaða möguleika við þetta er. En þú ert að pinna hann inn á vístöðunin og þá mun sölukerfið horfa á þann afsláttarflokk þegar við rauðum vörum. Ég þess bara snöggast hérna. Almennt afsláttarflokkar þetta er tvískipt. Það er annars eitthvað sem heitir fastur afsláttur hérna sem er bara uppi og svo getur við verið sérstaklega tilgreint eitthvað. Já, ok. Og það er ekki að fyrta í þessu hérna, við skulum bara búa til nýjan afsláttarflokk. Já. Þau eru bara hérna ný færsla og þá fá bara tóma glugga. Já. Hvað viltu kalla afsláttarflokkinn? Það er algjörlega frjálst fyrir þig. Bara 50% tilboð. 50% tilboð. Og við séum þetta sé bara test hérna. Sko, þegar við ætlum að tilgreina eitthvað sérstaklega, þá úttölutext er því ekki að nota það tengist verkbókaldunarvel. Þannig að þið myndu annað að nota vara eða vöruflokkur. Og vara, þá bara þurfum við að tilgreina hverja einustu vöru sem að afsláttar ná til. Og hún er bara nákvæmlega við þær vörur og engar aðrar. Þannig að nákvæmlega batteri,
og svo bætir við seinna að þá þurftir að fara sérstaklega þarna inn. Þess vegna svo bara listinn hérna, bara hvaða vörunúmer þið hafið. Þið getur smeltir þetta hérna að finna vörun eftir vörunúmeri eða vöruheiti. Eða fjöldaskráninga, það er alltaf margar vörurinn. Já, það er bara margt eftir. Það er bara heldur henni kontról, þessi vara og staðfestur að það bara detta þær þannig inn. Og við tökum bara eitthvað hérna AdBlue 1 lítir. Annarkvort er þetta prófstafstöður eða föstu eitthvað. Já, ok, ekki. Og þetta er alveg endalegt. Þetta ef að ég væri búinn að flækja málið, ég væri með hérna, hvað er þessi ekki búinn að klára, sem bara 10, eða svona segja 20%, bara 50% hérna. Þannig að vara okkur við, það er eitthvað undir kostnaður. Ef þið skráið kostnaður, sem er líka frjálst. Þetta hefur ekkert, kostnaðarverð í vörunum ykkar hefur ekkert áhrif á bókhaldið ykkar þannig séð. Það er bara upp á framleiðina. Það sýna það eins og eftir. Þegar þú ert að gera sölureikninga þá getur þú skráð kostnaðarverð á vörunum ykkar. Bara til að hafa svona sirka bát hugmynd það hvort það setja að tapa á þessum vístum eða ekki. En ef ég er með 20% afslátt hérna, flatan afslátt hérna, að þá er eitthvað fyrst 20% afslátt, svo 50%, endalegur afslátt er það 60%. Tegum aðra vöru hérna bara, annars smurðinni, og það getur líka sett bara inn. Það bara kemur allt á þetta verð. Og hún með ekki sjá sko, upprunalegt verð eða afslátt en eitt, hann sé bara 5%. Vöruflokkur og þá bara sjá hvaða vöruflokkar er til. Það er til 2 vöruflokkur. Já, og þá bara 25% afsláttur. Þannig að þetta er þannig sé einfalt. Eins og allt í stólpa þegar maður kann það. Þetta er eins og hjóla. Þetta er rosalega auðvitað að tala hluti sé einfaldir en hérna, svo bara exuðu þetta, opnum skuldanir þinn, veljum þetta skuldanett, skiptum afstæðalokina og það er pínu villandi að hún sýnir ekki alla sundurliðina hana á bakvið, hún sýnir bara hvort þessi fastur afsláttur á þessum flokki eða ekki. Við skráðum hana 20% en svo viðbótar afslátt á ákveðnum vörum. Og svo náttúrulega þess að vera alveg örugglega, þá ætla ég bara að slökkva svo við gerum og opna aftur. Nú maður reyndi ekki hvaða vörunum þetta voru þarna. Allan AdBlue. Við ætlum að nýskrá. Og við snum bara aftur á OAF. Nú býr náttúrulega nýtt verk á þessa bíl. Og við sjáum að þetta er komið inn. Svo bara veljum við það inn. Það var 40%. Þegar það var svona hann tekur 0 út. Já, það er verðið 0, já. Það setja kannski eitthvað verða á þetta. Og nýju steppa er ekki breyta. Eitthvað fleiri með afsláttarlokana? Nei. Einnig bara þessu út. Stimpilglugan? Já, það er einmitt eitt sem að... Eitt með kostnaðarverði. Hvað sér? Kostnaðarverði. Já. Sér hérna í vörðskrána þegar þú flyttir þetta út að þá er hérna mjög mikið að núllum hérna. Þetta er bara algjörlega smekksættri fyrir ykkur. Já. Kosturinn að hafa skráð kostnaðarverð. Ég til dæmis þegar nú erum við að selja hérna eitthvað Patrik eitthvað hérna. Svona skoðanarreikning. Þetta eru nokkru vörunúmer. Já. Þá getur við farið hérna aðgerðir, sjá framlegð. Já. Þá sérðu bara hérna, stækkum þetta aðeins hérna, að eina
sem skráðana 4.000 skall og þá sjáum við bara, þá söluverð 12.000, þannig að við erum að hafa framleiðin okkar 12.000. Þessar vörur eru með skráðanir kostnaður 0 og þá bara þeir náttúrulega allt söluverð í framleiðin. Ef þið að nota kostnaðarverð, þá þetta geggjað. Þetta líðandi, ég veit. Ég skal reyna að vera skemmtilegri. Herru, ég legg til að við tökum smá pásu. Yes. Árum ég verður að hljóta Já, möguleikarnir með lókum bara þessu að fyrir mig í stímpulklukuna. Sko, það sem ég vil vita með það þú veist, ég kann að finna seldatíma, en hvar getur sér sem sagt, hvað hefur farið mikill tími í ákveðna bifreið? Já. Þannig að ég geti borið saman, skilur, þú veist, hvað að selja marga tíma fyrir, þú veist, og hvað actually starfsmaður skráður lengi innan. Þetta reyndar aðgengileg, þessi virkni aðgengileg úr söluverðinni. Ok. Og við erum hérna inn í þessu reikningi hérna. Já. Þetta ekki bifreiðir hérna. Já. Bifreiðir. Þetta ekki. Nei, þetta búin að færa þetta hérna. Skoða stimplarinn klukku. Já. Þannig ef að starfsmennirnir frammi hafa verið að nota verkbennar, skanna sig inn, út og allt það, þannig að þá erum við á réttverki. Þá getum við séð hérna skýrslu sem segir okkur nákvæmlega hvað búið að. Svo maður taka dæmi í það. Já, þú veist, ég veit það alveg, en mér vantar sko að geta borið saman, skilurðu, þú veist, þannig ég geti séð í rauninni bara hlið við hlið, skilurðu, þú veist, við seldum hérna út 1 tíma. En starfsmaðurinn skráður innan hana í 3 tíma. Við vantar að geta borið það saman, skilurðu. Þá myndir þú sjá 3 tíma. Já. Þá hann stimplaður inn frá 1 til 4, 3 klukkutíma. En segjum að ég vilja eins og þessi starfsmaður, Andri, þú veist, ég vil sjá hvað hann að selja marga tíma versus... Bara í heild sinni, ekki bara þennan bíl, þetta alla bílinn. Já, segjum það. En þú með þessa virkni á hreinu? Já, ég með þetta á hreinu, sko. Og það bara fyrir ég upp það, sko, skulum bara hérna, við getum líka að nota þetta hérna til að stimpla inn hér. Til dæmis hérna, hvað heitir það, eðalbílar. Þeir vildu fá þessa virkni inn að þú gast, allir strákarnir á vesturinn af þeim við þetta viðmót. Þeir ekki með útprentaði verkbeinir. Þá áttu þeir bara að stimpla sér sjálfur inn á bílinn þegar þeir byrja að vinna og þá ferðu bara inn að aðgerði, stimpla inn, það kemur starfsmannlistinn og við skráum hérna Pétur eða Rakel hérna á þennan bíl og við getum sagt hvað þetta að gera ef þú vilt og þá ertu að byrja að klikka á það. Svo bara stimplaði út og þá þarf þetta aftur að vinna betur aðeins hættum að falla. Og þá ertu ekki lengur stimpla inn í bílinn. Þau eru byrjað að gera og skoða stimpla á klukku og þá sjáum við það hérna að þú ert búin að eyða frá 12.37 til 12.37 samtals 20 klukkutíma. Annað sem að eðalbílarnir vildu að þeir eru mjög dýra bíla, tölvuvesen, eitthvað þess þar og það bara alls ekki ljós hvað á bílnum og gaurinn sem að vinna í bílnum, hann þarf að gera eitthvað, svo fyrir notandinn að prófa bílinn, kemur tilbaka og þá virkaði ekki þetta fyrsta sem var að gera, það gera eitthvað annað og þannig að hann muni þetta alls saman. Þá vildur búa til eitthvað sem crashblad. Sem bara svona thought process. Og þess vegna eru þeir að nota þetta viðmót. Þeir vildu reynda að fara, Bjarki, eigandi eðalbíla, vildi fara þannig séð að nota stimpilklukkunni eins og þið eru að gera. Starfsmennin neituði, bara gleymdi ég gamli. Þið eru búin að vinna einu 100 ár og ég er ekki að fara að fá eitthvað þig hérna til þess að horfa á hann í andunni halsmann á mér hvort ég sé duglegur eða ekki duglegur. Akkurát. Ég er bara duglegur og bara treysta því. Þannig að stimpilklukkufítur sem tænilega datt út hjá honum, bara út af kúltúr, þeir nota þetta crashblad mjög mikið. Þetta fer hvergi og þannig séð eins og þetta var sett upp fyrir þá
þannig sé bara hverfur það þegar reikningurinn gefinn út, sko. Já, ok. En þetta sýnir þá reikningur bara í vinnslu, kannski í 3 mánuði eitthvað, notandinn að koma og prófa bílinn og skilum aftur og það virkar ekki og eitthvað þess, sko. Og svo endan þegar búin að finna lausnan á þessu þá bara þetta að gefa út og þá getur náttúrulega tekið svo sem og kópar þetta yfir í 8% og þá þetta geymt að eilífu. Já. Þannig að kraftsblaðið varasamt ef þú vilt eiga eitthvað. Já. Ekki nota kraftsblaðið en 8% hins vegar. En stimpilklukkan. Já. Hún spyr lykilorð. Já. Default lykilorðið X. Já, það það. Þú getur breytt því þú veist. Já. Þannig að sá sem veit lykilorðið getur breytt gömlum skráningum. Ok. Ef þú veist ekki lykilorðið þá farðu sjá allt, ég getur ekki breytt neinu. Ok. Þannig að á rauninni það bara einn ákveðinn hnappur sem að leyfur okkar breyta og það þennan lagfæra skráning. Já, einmitt. Það einmitt, þú veist, ef þú farið inn í lagfæra já, sko, förum bara fyrst aðeins yfir bara alveg yfir, hérna sjáum náttúrulega bara stöðun okkar núna. Já. Og hérna maður stöður vorum að skráa á þann á okkur bíl. Þú veist síðustu innstimpli en þú ert úti. Já. Og síðasta sem gerði varst að vinna í þessu bíl hérna með þessar 8%. Sko, það alveg urmull af upplýsingaskýrslum hana. Já. Og það það sem að kannski menn nota þetta kerfi mjög mismunandi hætti. Þannig við þurfum aðeins að finna kannski hvað hentar ykkur best. Já. Svo líka hvernig kerfið sett upp hjá okkur. Já. Það heitir það reglur og helgidagar. Þetta eitthvað sem að gott að vita að það sé til. Já. Þú þarf ekki endilega að skilja neitt af smáatriðum hana. Nei. Það reglur og helgidagar. Fyrsta lagi búið til eitthvað sem mætingaflokkur sem virkar nánast þessu afslátaflokkur. Okay. Þú segir bara býrð til mætingaflokk og svo segir hvaða starfsmenn eru í þessu mætingaflokki. Já, þannig að þú veist ef ég að vinna 8-4 og Jakub að vinna 9-5. Já. Og þetta sem gengur út á það er að finna út frá skráningunum ykkar, hvað dagvinna og hvað yfirvinna. Já. Upp á það þetta að nota þessu upplýsingar í launakerfið, þá veit kerfið þetta hvað þú ert að fá í laun. Okay. Og það heitir mætingareglur. Mætingaflokkar þannig að þú segir bara hvaða regla gilda á mánudögum. Já. Og þú ert kannski í einu mætingaflokk, ég held að sko eins og hjá ykkur, það eru 2 mætingaflokkar. Viktor Ás. Viktor Ás. Já, það er Viktor Ás. Hann eitthvað sérmætingaflokk, en allir aðrir er einlega bara eitthvað sem þetta almennt. Já. Og almennt þannig að það regla 1 hérna alla virkadaga. Já. Viktor Ás með reglu 2 hérna alla daga. Já. Ok, þá skulum við skoða þessar reglur. Já. Reglu 1 og 2. Regla 1 lítur svona út. Og hún þetta virkar fyrir flókið en byrjar að sleppa og horfa á þetta hérna. Já, ok. Þá henni bara þetta hérna skiptumáli. Já. Að fyrstu 8 tímar á daginn daginn. Já. Alveg saman hvort þú mættir klukkan sko 5 minútur miðnætti. Já. Eða klukkan 11 á kvöld. Já. Það bara fyrstu 8 klukkutíma niður. Það dagvinna. Þegar sólarhring eru dagvinna. Okay. Allt umfram það yfirvinna. Já. Síðan hægt, og ég ætla ekki að þreyta þig á kannski fara of mikið í dýrina, en það hægt að skipta deginu síðan niður bara klukkan þetta til þetta bara telst ekki með til þess. Já, bara þú veist milli 12 og hálf 1. Já, og hérna til með sér hakaði 1 fast hérna, þá óverðar þetta hér, þetta sem henni prófa, að frá klukkan 12 til 12:30 bara ekki borgað. Nei, einmitt. Og skiptir ekki máli hvað þú stimplar verk eða hvað þú gera. Það bara dettur út. Hvað regla 2? Regla 2 hún bara alveg eins. Já. En þannig þetta að setja upp endalsreglur, endalsamætingarloka, það þetta flækir alveg rosalega mikið og sumir vinnustæðir með alveg svakalega flókið. Já. Það hérna menn sleppa kaffitíma, fara fyrr á föstudögum og kerfið þarf að höndla allt saman. Já. Og ég þarf stundum bara virkilega að klóra mér kollum yfir þessu, hvernig maður setjum þetta upp. Þannig að bottom line kannski sem þú þetta var að vita það að setja upp
alla námskotana. En sennilega þurftum við að hjálpa ykkur að setja þau upp og eftir það fyrir bara klukkan að rekna rétt hvað er dagurinn og hvað er yfir það. Og sennilega þetta bara rétt eins og þið vilja hafa þetta sko. Ég man þegar ég fór yfir þetta með kursi að þetta var nú svona svolítið ómótað í hausnum hjá honum, en svo held ég að hann var komin inn á þetta bara að það er bara fyrstu 8 tímanir og svo er bara hins vegar með þessi einu undantekningu. Svo fer ég ekki undir vinnsla og þarna er alveg örmullega mögulegum. Fyrst alveg þá að stingur hann upp og náttúrulega að vinna bara einhverja núna gerdaginn. Já, þegar þú varst valin hérna, það kemur sjálfkrafa hérna inn og þá var eingöngu að horfa á þig. Við skulum hreinsa þetta bara hérna út, þegar við leiðum enginn er valin þá verður að velja alla. Við skulum horfa hérna bara á, tökum bara 1.1. til 31.1. Þá verður hérna fullt af skýrslum. Ef við tökum hérna einfalduristu samantekt sem það er algeng lista hérna, að þá smellum við að prenta og þarna finnum við 3 færslur sem eru óstaðfestar færslur. Þegar hún er alltaf að vinna með óstaðfestar færslur. Hún er ekkert leiður búin að staðfesta færsluna, þá er það sem bara komin í þessum til árskrá. Hún geymir það auðvitað aldur ævi, en það sér skýrslum sem að skoða árskrár. Ég held ekki að hættustarfsmaður. Það kemur tómur, það eru hættustarfsmenn. Og þegar við erum að taka hann úr stimpilklukkan, þannig að þú stillir á starfsmannum hvort þessi sýnileg stimpilklukkan ekki. Þannig að það hefur einhver starfsmaður verið sínum tíma skráður, svo er hann hættur og þá er það tekið úr stimpilklukkan. Ef við viljum skoða ársskrá, þetta er sama skýrsla, nema þetta eru árskráðan, þetta er þessi staðfestingur. Þarna kemur þessi punktur að þetta er þessi hættistarfsmaður, en svo sjáum við hérna per dag hvað hann er unnið mikið. Þetta er bara ein skýrslan. Það er önnur skýrsla sem ég er hrifinn af. Ég er svolítið mikill Excel-maður. Mér finnst best að fá upplýsingar í Excel og þá getur unnið með þetta frá hvað það raða þessu eins og ég vil og það er bara fullt frelsi. Þannig að þessar skýrslur hérna uppi eru svona fastmótaðar skýrslur og það getur kannski tekið smá tíma að finna hvaða skýrslur þú ert að leita að. Þegar þær eru svolítið margar. Sundurliðin 1, sundurliðin 2, sundurliðin 3, 4, 5. En segjum að ég sé að leita af lista yfir ekki mætingu, heldur þú veist hvað verk hver hefur verið skráður hérna. Er það hægt? Já, ég þarf bara líka að hugsa. Tökum hérna sundurliðin 1, nú veit ég ekki, ég bara man ekki hvað skýrslunar eru hérna. Skráning fyrir almennt. Ég held að hérna ekki með verki. Já, sko, ég ætla að sýna þér það sem ég held að sé sniðast. Í þessu, tökum hérna, flippar annað. Senda skráningar í Excel. Við höfum nokkra möguleika því. Og þarna ertu inn í vinnsla, nei áskrá. Já, skulum bara byrja upp á nýtt. Hætta við hérna. Fyrir inn í vinnsla. Fyrsta lagi það að velja tímabil. 1.1. 31.1. Við erum ennþá með því að þú kemur sjálfgæðan sem ég sé bara að skoða þig. Við skulum bara taka það út, skoða alla. Við getum reynda að skoða bara ákveðna deildir eða eitthvað laus ef við viljum. Við getum þess að skoða ákveðið verk og þá eru bílnúmer verkið. Hver viðgerð, þegar bílur komið 4 sinum, þá var hann 4 verk. Það er náttúrulega ólíklegt að setja að leita og þú vilt fá þig heildaryfirlit en ekkert endilega að pinna þig niður eitthvað ákveðið verk. Yfirleitt. Ég hugsa það sko. Þannig að við erum bara hérna og við förum klukkan annað, senda skráningar til Excel og þá getum við annaðhvort haft þetta eftir starfsmanninum eða verkum. Það eru 2 möguleikar. Og
bara þannig séð, bara ég vil vita bara hvað þessi starfsmaður, hvað hann gerði í þessum mánuði. Þá myndi velja starfsmannaskiptinguna. Við getum líka fengið undirflokkun per dag. Sundurliðun myndi sýna mér allar skráningar nákvæmlega. En ef ég vil safna saman 10 skráningum per dag yfir í eina línu, svo ég fá ekki ómikið, ég vil bara segja bara hvað vannstu mikið þennan dag, á þess að vita hvaða verk þú varst að vinna í, þá myndi ég bara summa þetta bara á daginn, eða viku, eða mánuði. Þannig að full sundurliðun er náttúrulega svolítið mikið af gögnum. Hendum bara í Excel. Og tómalínan er hætti starfsmannafundur. Til að fá hann aftur inn, þá bara segja hann birti stimpilklukku. Og auðvitað sumur með, ég veit ekki hvort þú notar Excel mikið. Ég notaði mikið, ég kann ekkert á það. Sko, hérna ætla ég bara að taka hérna, hvernig er að taka? Jakob. Þá sjáum við hérna, við förum bara yfir fyrstu línuna. 1. janúar var skráð sem frídagur í þetta fengur laun þann dag. Það þarf að skrá, þegar klukkan náttúrulega veit ekki, ef það er engin skráning 1. janúar. Skrópaðan, hérna, einhver heima. Þannig að það þarf að segja stimpilklukkunni allar þessar undantekningar. Og Vigfús er þannig samvinskusamlega skráð þannig inn að þetta er þannig sé, þetta á að fara inn í launakerfið, að hann 8 til 16:30 og þannig sé bara skráð sem frídagur. Og þetta gera líka þetta hvernig heldur utan veikindi og annað. Sérstaklega mætti myndum að það fari ræður á að því. Þetta eru 8 dagar en tímar. Það fyrir eftir reiknireglunum sem eru á bakvið. 8 tímar, fyrstu 8 tímar eru dagvinna, ef það er yfir það er komið sem við vinna. Athugasemd við þessa skráningu sem þegar hún var skráð, handvilt, þetta var frídagur. Hann er skráður reyndar inn á eitthvað verk sem var síðasta skráða verkið hans væntanlega fyrir áramót, en þess vegna er það kannski aðeins að trufla þarna, hann fyrir sjálfkrafa inn á stimpilklukkan krefst þess og sért inn á ákveðna verki. Þannig að þá er mikilvægt til þess að trufla ekki það að við séum að skrá á bílinn RVAF 712, einhverja 8 tíma sem aldrei voru unnir, að þá þurfum þið að eiga verk sem er bara ekki neitt. Og hérna, þá ekki hjá stimpilklukkan eitthvað, ef ég maður rétt, þá er til verk sem heitir við tíma milli verka. Já, bara between cars. Já, nákvæmlega. Er það kannski ekki þetta? Já, það var ekki bara fyrir meðan RVAF 712. Já, nákvæmlega. Þannig að þegar þessi skráð var handvirk gerð, þá hefði hann átt að skrá það náttúrulega á þetta verk, between cars, sem er bara okkur alveg sama. Akkurát. En hans hefur óvart skráð þetta inn á þennan bíl, þannig að þegar við myndum fara að skoða þennan bíl, þá myndum við náttúrulega fá það. Sko, hérna fáum við öll gögnin og Excel er náttúrulega, ástæðan fyrir ég elska að setja í Excel, að þetta er mjög auðvelt að fá næstu hvað sem maður vill. Það er þetta eru svona verkfæri í Excel. Þú séu bara að fá starfsmaður, verkefni, sem á dagvinntímar, sama yfirvinntímar. Þá getur við séð bara hérna fyrir, svo getur við sett inn dagsinn. Þá fá bara fyrir dag. Þetta hentar reyndar ekki hérna, ekki taka hours. Fyrst að þetta leikast endalaust með þetta. Ég er eftir þetta námskeið, þá er ég að fara svona Excel námskeið. Já. Þannig að það er, möguleikann þarna er bara basically endalaus. Þannig að þeir að leita eitthvað sérstöku sem að þið finnið ekki í skýrslu í gerðum.
þá væri þetta sannlega verkfærið. Já. Og það meira sem að búa til þannig að þetta stólpinn er byggður á Microsoft Access forriti. Já, ok. Sem bróðir Excel. Já. Þannig að Excel og stólpi geta að tala saman eins og eitt kerfi. Já, ok. Það er að búa sér til, með öðrum orðum til, Excel-skjal eða þú vilt. Já. Það kostar ekki smá tíma að setja það upp fyrir þig. En það er hægt að hafa alltaf lifandi Excel-skjal. Þannig að þegar strákarnir eru frammi að stimpla sér inn á okkar verk, þá getur þú bara ítt á refresh og sérðu Excel. Já. Okay. Og svo getur það að búa til eitthvað skýrslur sem að pivotöflur eru og ítir bara refresh í Excel, þá er skýrslan orðin lifandi. En hvernig gerður þetta þú veist, iSheet 1, smá Excel-kynnsla hérna á mig. Já. Þú veist, hvernig hérna. Já, þú veist, hvernig fórstu í þetta? Hvernig get ég... Já, ég ætla bara að díla, hún býr til nýtt sít sem, ég ætla bara að díla þetta sítinu og búið það nýtt. Hérna er með eitthvað töflu. Já. Insert pivot table. Insert pivot table. Spyr hvað ég vil setja þetta og ég segi nefnt bara, hérna, þetta fyrstulega hvaða gögn ég vil horfa á. Já. Og það er bara að horfa á þetta sít hérna. Já. Ég ætla að setja þetta inn í new worksheet, ég get líka setja í existing. Já. Það er bara þægilegt að setja nýtt sít. Já, akkurat. Og þá sérðu alla dálkana í tölunni. Já. Og rows, það er náttúrulega bara hvað að koma hérna niður. Columns, hvað að koma hérna. Og hvaða gildi á að vera hér. Það getur verið telja, summa. Já. Þannig að tökum við starfsmanni ef þetta hérna. Tökum bara verknúmerinn, eða verkheitin, verknúmeri segir ykkur ekki neitt, en fílnúmerinn, það er verkheitið. Hvað viljum við, væntanlega viljum við sjá bara hérna dagana. Og þarna sýnir hún fullt á aukastöðum, sem hún ekki meira heldur aukastöð, þá getum við farið hérna í value field settings, number format. Gerum þetta time. Getur það gert fyrir mig þetta time? Time. Ég á að fara aftur í þetta sem var svona. Hérna, number format. Og time. Þá verður það sko klukka. Já, ok. Er ekki hægt að sjá, þú veist, hvað... Jú, bara en dagvinnutíminn sem er í töflunni er fjöldi klukkutíma. Þannig að þú vilt sjá hvernig það var skráður inn síðast út eða þess þá er þetta náttúrulega alltaf. Já, ok. En þessi dálkur sem ég er að velja, devaf, dagvinna, er bara fjöldi klukkutíma. Ég þarf að nota þá annan dálk í það til þess að... Já, það er annan dálkur sem sýnir sko klukkuna. Ok. Þú sérðu hérna töfluna, og þá sérðu dagsinn, þar er hvernig það stimplas inn í verkið. Já. Eins og... Þú veist, eins og þarna, þá er hann stimplaður inn í 25 mínútur. Þú veist, það er það sem við vantar að sjá. Já. Skilur við. Þetta er 0,42 klukkutímar. Já. Ok. Þetta er allt í magni klukkutíma. Þessi dálkur hérna sýnir magn klukkutíma. Já. Og magn yfirvinnu. Já. En hérna sérðu, þannig að við þurfum bara aðeins átt okkur á hvaða upplýsingar þú vilt fá það, hvaða formu þú vilt fá það, hvort það sé til í kerfinu, mögulega þegar, eða hvort við þurfum að búa til eitthvað fyrir þig. Já, akkurat. Og þetta er eitthvað svona sérþarfir, til yfirleitt mjög auðvelt að græja það, kannski 1 klukkutími, 2 klukkutími, 3 klukkutímar eitthvað þar, og hérna, Já, þannig að það, þá verður þið vandalega með held í þessum heitir þjónustusamningur sem þýðir þið fá ákvæmum þjónustu frítt hver mánuð. Þannig að þið borgið það inn í mánaðalega samningi ykkar eða borga fyrir þjónustíman, þannig að hann er ekki frýr, en þið að borga hann á skít og kannl. Þannig að þjónustusamningur er gríðarlódýr sem þýðir að þið fáið ákvæmum vinnu alltaf frítt, innifalið inn í þjónustusamningnum. Og ef þið farið yfir þann tíma þá er 15% afslátt. Ef þið nýtið síðan ekki þjónustuna, þá er þjónustusamningur bara slæmur. Þjónustusamningurinn sem þið borgið mánaðarlega fyrir, þegar
þegar við förum með samningin ykkar, þá eitthvað inn línunni sem heitir þjónustusamningur, sem þið borgið fyrir. Já. Það til þess að þið fáið fría þjónustu okkur mánuði. Ef þið þurfið aldrei þjónustu alltaf, nú þú bara nýbyrjuð og þú munt þurfa þjónustu alltaf, þá þjónustu okkur frábær. Leiðutorðin mjög góð í stólpa og hann hringja hennar mjög sjaldan. Þá eins gott að segja, hörru, við skulum loka þjónustunum. Já, og greiðir bara fyrir. Þá greiðir bara fyrir, já, og þá borgar þannig sé fullt verð fyrir þjónustuna. Já. En þjónustunum er mjög hagstæðar og ódýr. Já, þannig að við þurfum kannski bara aðeins að fikta í skýrslunum. Hvaða upplýsingar þú vilt fá, er þessi skýrsla til. Já. Og þá er mjög mikilvægt að skilja þetta að hvernig stórpunni hugsa þetta, að áskráð er gamalt, það sem er búið að staðfesta. Já. Það sé að við erum bara hérna eins og við erum lokað sem við þeimna. Þegar hinn lagfæra skráningar, þá sé ég það sem er óstaðfestar eða óuppfærðar skráningar. Það sem að býður staðfestingar. Já. Og hugmyndan náttúrulega er einföld. Þú vilt eiga alla þína skráningar frá fyrsta degi. En mannsundi gerir alltaf mistök. Við gleymum að skrá bara eftir mann. Þannig að það er alltaf eitthvað tímabil sem við þurfum að leiðrétta. Þegar við erum búin að leiðrétta, þá viljum við ekkert vita meira af því. Þetta er bara farið. Og þannig að þessi tafla hérna sem við horfum að hérna eru óstaðfestir tíma sem við þurfum mögulega að leiðrétta. Leið og við ætlum að staðfesta tímana. Þetta er vantilega eitthvað sem launastelpan gerir yfir ykkur. Þá fer hún með tíðna vinnsla, velur þann mánuð sem við ætlum að staðfesta. Þá erum búin að taka út eitthvað skýrslur, ég ætla að reyna að finna út og leiðrétta. En segjum bara eins og fyrsta hérna, ég tökum bara fyrsta fjórða. Ég klára þetta ekki, ég ætla ekki að staðfesta, þannig að staðfesta eitthvað hérna. Ég tökum bara þegar. Við erum að velja hérna rétta skýrslu. Þetta við erum að vinna í óstaðfestum, þá erum við þarna og prentum ástæður og þá segir hún þetta er svona og hún bara já, ok, og þá uppfærið. Þá er staðfest þessi tíma, þá komin inn í áskrá og í leiðinni farið inn í launagerð og segir bara að þú varst að vinna þetta marga klukkutíma á þessu tímili. Ég týndi svo sem eitt skrefið út að hérna viðferðarlaun sem getur valið að setja upp þessa tíma á stimpilklukkunni, bæðin í verkbókaldi sem að við erum sérlaust hann sem verkbókald okkar er uppalega hanna fyrir smiði og rafvirkja og annað sem eru með fá stórverk og flókinverk, margir starfsmenn að vinna í einu verki í marga mánuði. Þið þurfið bílalausnir sem við erum með fyrir bílalausnir sem eru mikið af smáverkum. Það er horfa á óstaðfesta tíma líka. Þannig að þið þurfið ekkert spá í verkefni. Hún fer bara launakerfið og segir hvaða þá er hún að búa til launaútborgun sem er til apríl og svo raðar hún tímanum inn í apríl launin. Þannig að við erum að segja að þessi klukkutímar fara inn í þessi laun. Hættum bara við hérna. Nei, ég ætla að bara hérna í leiðsleikar. En þá með stimpilklukkan ykkar. Nei. Lagfæra skráningar. Að hérna sér þeir skráningir sem gerðum í sölukerfinu, þetta fer bara þannig inn. Þú ert alltaf í þessu verki þegar þú ert náttúrulega ekki að vinna í neinum bílum. Þannig að svona átt að verja þér, svo getur þetta skipta skoðan og fara eitthvað annan. Þá sjáum við hvaða bíla hann er búin að vera að vinna hérna í. Ef við skoðum aðeins þessar skýrslur, ég veit ekki hvort það er kannski tímasóun að nota það námskeiði að skoða skýrslunar, en það sem ég myndi að mæla með er að ég finnst þetta mjög heillandi. Að við tökum bara hérna fyrsta fjórða. Við bara dagsins daga á, prentum. Þarna er að fara útreikningin, hvað er dagina, hvað er eiguna, út á reiknareglunum. 172 reiknaðar og svo sýnir hún niðurstöðuna. Og hún segir hann starfsmaður hann sem það er inn, auðvitað, og við tókum daginn í dag með.
Þannig að þetta meikar náttúrulega meiri sens ef að hann er gleymt að skrást út fyrir helgi og hann er ennþá skráður inn og hann er bara byllandi búinn að vera hérna safna 25 tíma á sólarhring. Svo tölvur er náttúrulega bara, það er náttúrulega hægt að forrita gervigreind inn í einhverjar svona tölvur en það er erfitt að gera það. Þegar stundum geta undantekningarnar aftur við. Já. Þannig að hérna, við sjáum hérna bara, ok, þetta er 8 tímar á dag og þetta er hérna þessi 9 tímar á dag. Og það sem að væri væntanlega hérna, ef ég væri í ykkar sporum þá væntanlega myndi ég vilja sjá þarna sko, ég finn eitthvað skýrslu sem að væri sko, eitthvað annað heldur en beaching cars. Já. Skulum brenna yfir nokkrar skýrslur hérna. Þetta er 101. Sko þetta eru hvað margar blaðsíður? 18 blaðsíður. Mánudaginn 1. apríl. Ein skráning, þannig að bara hann er frídagur, já. Hérna sjáum við hvað hann er að gera þennan dag. Já, akkurat þetta. En þetta er per dag og þetta allt. Ok, þetta er eitthvað sem ég er hrörlega að fara að leika með hérna, sko. Já, ef við prófum hérna stundulögum 2. Og þetta er ekki sem að þú þarft bara aðeins að finna tíma til að fikta hvaða skýrsla hentar þig best. Ef þú finnur síðan ekki skýrsla sem hentar þig best, að segja ykkur bara hvernig þín draumaskýrsla lítur út. Já. Og þá bara reynum að búa henni til. Já. Og það er þess vegna sem við sjáum ansi margar skýrslur á það, að á síðustu 20 árum, þegar þessi tegundastólpa hefur verið til, að þá auðvitað fáið svona stundum símdalum, við vantar svona skýrslur. Já, akkurat. Og þá er bara búin að henni til og þá er hún komin inn. Já. Þessu gæti líka ráðið skýrsla. 3. apríl. Frá 7, þannig að vantar greinlega pláss í skýrsluna, hann sýnir 7:40 eitthvað. Já. Þetta er svolítið oft, þetta er að breyta letrinu og þá er þetta minnkað. En ok, cirka bara 7:40, þannig að vera að menna að reyna að tróða mikið með upplýsingum inn. Þannig að venna fyrir Excel og beaching cars, svo aftur til eitthvað til Dóri Smiður, AHB og aftur þannig eftir 16:40 eitthvað þannig að þá bætist aftur við þannig að það fyrir út og inn greinlega sem minni. Já. Og svo til 17 eitthvað. Þessi skýrsla er þetta augljóslega smá göllu þarna að vanta síðasta tölustafi. Já, ég held að það var svona langsnið þá hérna. Já, einmitt. Nei, það er dálkurinn í skýrslunni. Þetta er eitthvað sem við þurfum að laga á bakvið. Já. Og er til dæmis lítið mál að laga. Ok. Já, ekkert mál að laga, bara prófa fleiri skýrslur. Þetta er 3. Já, þetta er 2 niður í næstu línu. Þannig já, þú bara rennir gennum skýrslunar. Já. Aðalatriðið sem þú þarft að fara að muna hérna er það að ef þetta eru staðfestir tímar, uppfærðir tímar, með búið að borga út, þá heitir þetta áskrá. Já. Þú myndi ekki lengur sjá þessa tíma hér. Þetta eru óstaðfestir skráningar, hérna eru staðfestir skráningar. En ég sjálfur persónulega elska Excel. Já, þú hlakkast til að kunna það Excel, sko. Já. Svo er líka hægt hérna ef að menn vilja láta yfirfara. Já. Þú getur sendt sko ef að starfsmaðurinn í kerfinu er skráð með e-mail. Já. Að þá getur sendt honum tímaskýrslunni sinni. Ok. Og sagt bara, er þetta rétt? Já. Veist, Já. Hann er staðfestingar. Já. Og þá getur hann komið daginn eftir og sagt, nei, ég glemdi sko mig hérna eða eitthvað. Já, akkurat. Þetta er svona aðalagerinn í kerfinum. Já. Það er síðan, sko ég veit ekki hvort að það er nú fyrir aðrögglaði. Hérna er full-blown verkbókhaldið. Ok. Bílaverkstæðir eru almennt ekki að nota þetta. Nei. Þetta er svolítið þungt kerfi og þetta er hannað fyrir stór fáverkefni en ekki lítil.
Mörg. Já. Og þannig að og það eru endalausar skýrslur líka. Þannig að ég ætla bara að láta þess að þetta er til hana. Já. Mögulega myndi þið þurfa á þessu halda, ég efast um það. Ég held að enginn á okkar bílaverkstæðum sem nota þetta. Nei, ég sé það ekki, sko. Og þegar sölukerfi okkar að nota verkbókhaldi, þið bara vitið ekki að því. Okay. Það sýnir rauninni bara, það er á stopp. Einföldun í rauninni, já. Þetta er súper einföldun fyrir bílaverkstæðin. Og stimpilklukkan þar undir og allt það. Já. En það er þess vegna sem að ég held að við séum án þess að við gerum grein fyrir með helminginn af bílaverkstæðum á landinu, að við erum sterkir í verkbókhaldinu. Já. Og gráta þess að búið til eitthvað laus sem hefur verið hent ágætlega. Já. En ég er auðvitað bara í þróun og allt annað, þessu allt annað hérna. Meira sem að þú hefur pröfað í? Það er rauninni bara búin að svara öllu sem að ég hafi langar að vita. Og núna er ég orðin svo svöng að ég gæti borðað þannig að ég held að við kannski stoppum bara hér. Ég myndi fara svolítið reyna að hreinsa til. Já, það er einmitt næsta verkefni. Við sjáum eldgamalt. Sko, mér finnst ekkert ólíklegt að það þurfa og þetta var pínum bastarður sem þeir tóku við frá bílói. Bæði gott og slæmt. Já. En það eru þannig draugar inni sem getur þetta að laga. Já. Til dæmis þannig að hann sýnir eitthvað skuldunættar sem getur sem ekki opnað og gert neitt við. Þannig að sjáum við bara hvað það er. Hvort það vilja hreinsa í vöruskrána ykkar. Já. Þið verður bara að láta okkur vita. Já. Og við hjálpum okkur að bara nákvæmlega eins og þau viljið. Já. Já. Ég held að sé ekkert meira svona þetta er reyndar sko ég sjálfur að læra á sölukerfi eftir 10 ár. Já, ok. Þetta er endalaust. Já. Eins og Excelin og annað, það maður aldrei kann allt. Maður er aldrei með þetta. Nei, jú, maður þú ert með þetta aðalatriðin en svo getur maður lært eitthvað nýtt. Já, einmitt. Og ég held að svona sem fyrsta yfir þá er þetta alveg að verðla metta þig. Hvað sem þið? Að metta þig fyrir að móttaka, sko.